Halo, halo.
Jæja. Herðu, við vorum að detta inn held ég. Við erum live núna. Já, herðu, þetta er komið. Yes, velkomin til Ólafsfjarðar. Heldur betur. Fjarðagangan 2023. Já, það er enda kynnirinn að tala í hátalakerfi núna. Eða að hlusta á Kristjáninn. Þetta er aðal kattinn á bænum. Hann er í öðru sæti í gær. Já, Já. hann er að tala um það. Það er búið að breyta hans uppsetningun á þessu. Já, við ætlum að fara, stefnan var tekin á að taka 30. En við í dag tökum við bara rúmlega 22 kílómetra. Já, Taka bara 3 hringi. Það er aðeins byrjað að hvessa hérna. já. Eins og við sjáum á myndavélinni, þetta er ekkert. Það er orðið vel hvasst núna. Þetta var aðeins skárra áðan. Og sér hérna. Já. Og breytingin er líka í 15 kílómetrum. Við ætlum að ganga bara 10 þar. Þar göngum við einn heilan hring sem er 7,5 og svo nánast hálfan hring. Við sleppum flæðunum hérna og parti af Bárubrautinni. Ok. Það eru allir mættir hérna nú. Ég sé Þetta það. Helgi Már og Hilmir Óla. Já. Þetta eru mennindir. Annar er búinn að vera, getur ekki gengið þannig að hann ítir sig bara. Hann er hörku kall sko. Já, ég þekki einn annan, Bjarni, hann stendur reyndar bak við manni núna sko. Já, Danni er náttúrulega bara fyrir. Já. Þetta, já. Þarna er Bjarni. Já, hann er Bjarni, sko. Heyrðu. Nú skulum við aðeins fara að ræða málin hérna. Já, komdu með Við erum konir hérna live á Fjarðagöngumót Ólafsfjarðar 2023. Jú. Og þú ætlar að segja okkur aðeins hvernig flokkarnir eru í þessu í dag. Við erum að fara að ganga hvað? Sko, flokkarnir eru 3,5 Já. og 7 kilometrar. Það er þó bara hálfur hringur og svo heill hringur. Og svo er 15 kilometrar og 30, nema það er náttúrulega búið að breyta. Já, það er búið að stytta þetta aðeins Já, eitthvað. þá erum við að tala um 3 hringi sem er 22 Já. og 1,5 sem er þá 10. Já. 7 kilometrar standa. Og 3 hálfur líka. Já. Já. 3,5 standa líka. Ok. Já, ok. Aðstæður eru ekkert yndislegar. Nei. Það verður leiðilegt að ganga í suður sko. Já. En gaman að fara norður. Já. Mjög gaman. Það verður hérna skuggalur hraði niður beinakaflan. Eins og þið sjáu á flöggunum, þetta er bara... Þarna var Bjössi Lögga í mynd. Já. Hann er sterkur kandidat, ég held hann vann þetta nú. Já, farað aðeins yfir sögunni í þessu. Hverjir eru líklegastir hérna til árangurs? Það þarf aðeins að renna yfir það. Þú verður að segja mér hverjir eru töffararnir og hverjir eru svona sigur sælir hérna búin að vera. Flest allir eru nú töffarar í þessu. Já. Það er bara þannig. Sko nætugangan í fyrra, þá var Helgi Rinnir. Já. Hann vann þetta og hann vann þetta líka í gær. Ok. Hann er kóngurinn hérna í miðbænum. Enda á hann húsi hérna bak við okkur sem er nú bara... Þetta er í bakarunum þá? Já, ok. Hann er helviti flottur og Elsa var í fyrsta sæti af konunum þar. Ok. Og í 30 kilometrunum í fyrra, þá vann Sveinbjörn Orri Heimisson, SFI, fæddur 2003. Já. Hann var að slátra gömluköllunum hann í fyrra. Bjössa og Helga, þeir bara höfðu ekki róði í hann. Greiði gömlu menninir. En Bjössi var nú undan Helga í fyrra, en Helgi er búinn að vera að æfa. Já. Sá er búinn að æfa. Sko, ég heyrði... Hann var að keppa hann hérna úti daginn. Akkurát. Í 43 kilometrum og hann endaði í 53. sæti og hann er að keppa á móti elitinu í heiminum og 53. sæti í því er ótrúlegur árangur. Ok. Við vitum ekki alveg, ég held að sko þetta sé einn besti árangur Íslendings í þessum göngum hann úti sko. Æja. Hvar... Þegar nú kemur Hilmir hérna í gegn, rennir sér í gegn. Sjáu hann, beittu. Glænýr galli, keypti þetta í norska litnum af því hann er það góður. Kemur bróðun hans Egill, svo gallinn, auðvitað. Þetta eru menninni sem við erum að fylgjast með. Já, það er geggjað. Það verður gaman að sjá það berjast við brekkurnar upp á móti vindi og að íta sér. Það er svolítið, sjáu þið hérna. Við erum konir á myndavél nr. 2 hérna. Hún er upp á skíðastökkpallinum.
þessi. Já, hérna fólk að gera sér klárt. Ég sé að hún eitthvað strjúka af því þarna einu. Hvað hún að gera þarna? Hún að græja eitthvað? Það verið... Ég heyrði, hún ennþá að bera á. Hvað voru að tala Það 10 mínútur í start, hún ennþá að græða klístur á. Það nefnilega. Núna erum við að tala það að þau eru búin að vera örugglega í 1,5 að reyna að finna fattið sem sérst gripið fyrir skíðið. Ok. Til að ná að ganga. Þannig að hún að spyrna í snjóin og skjóta þær áfram. Já, það eru allir búin að vera að renna sér fram og tilbaka hérna. Og það er búið að vera að tala einhverja dýft og einhverja handstöðu og eitthvað. Hvað þýðir þetta? Ha? Sko, við erum nú bara að tala ítingatök og hvernig gangstíllinn Já. Það er ótrúlega flottir hérna. Já, þetta bara eins og hestamóti. Það bara gangan og... Ertu að gefa skora á þetta og svona dót? Já, við getum alveg verið að gefa með einhvern fyrir. Þú verður að gera það. Eftir. Þarna sjáum við, það nú komin dágóður hópur af fólki þarna. Hvað heldur þetta séu margir svona sirka? Hvað var þetta í fyrra? Við vorum að tala í fyrra, var þetta í kringum 250. Já. 250 manns? 250 manns allt í allt sko og í dag sko þá vorum við skráða 230 fyrir mót en svo allt innu þá byrjaði fólk sá næturgöngun í gær á Instagram hjá okkur. Okay. Það sáu myndirnar og myndböndin hvað það var ógeðslega flott og það var fólk að skrá sig í gærkveldi. Já, mér finnst það ekki skrítið. Við vorum að keyra bæinn sko og þetta magnað hjá þeim. Það bara bæjarstæðið lægt undir þetta núna sko. Já. Það ekki hægt að gera götur hérna og það búið að loka öllu og það á að ganga á skíðum í dag. Það þannig. Þetta verður geðveikt. Við erum náttúrulega fremstir í gönguskíðum hérna á Ólafsfirði. Ég sé það. Það hindar. Úlingarnir okkur eru ótrúlega flottir. Já. En hvernig það eins og ef fólk vil koma hérna og taka eitt sprett á Ólafsfirði? Hvar æfingarsvæðið hér? Það Bárubrautin. Það hérna upp frá hjá Varnargarðinum. Okay. Þetta Bárubrautin. Já. Hún ótrúlega góð sem keppnisbraut. En ekkert æðisli fyrir fólk sem bara að ganga því það svo mikið að brekkum. Hún erfið. Ok. Þetta verður... Við vorum með bikarmótinu í fyrra og það voru þess helstu að koma að keppa hérna. Já. Fengum hann Maloney frá Írlandi. Já. Það eru 2 menn sem, það voru hann og, hvað heitir hann aftur Snorri. Þeir voru að keppa hérna saman. Þeir voru náttúrulega 2 elite-gaurar að keppa og voru ógeðslega gaman að sjá hvað þeir eru ógeðslega góðir. Þeir eru náttúrulega að keppa bara heimsbyggar og ólympíuleikum og allt þetta. Ok. Maður fær alltaf djöfull mikla minnumáttakend þegar maður sér að þeir íti sér og maður kannski að íta sér 5 sinnum hliðina á þeim. Og það bara vaxið og svo bara pressan eða hvernig það eru skíðin. Það skíðin? Já, það rosa stór punktur í þessu. Og náttúrulega ítekataki sjálft, það náttúrulega tölvöld sterkari sko. Já, en skíðin eru náttúrulega ótrúlega stór partur af þessu. Ef þú myndir setja topp 5 gæjana, alla á skíði sem væru kannski ekki alveg ideal í þetta, myndu þeir ekki ná topp 5 eða? Hérna? Já. Erum við að tala um topp 5? Bara þú veist, á mótinu. Já, nei, allir þau. Sko, nei, alveg pottið ekki, sko. Þannig að skíðin spila það stórt inn í þetta? Já. Ef þú ert ekki með skíði sem renna vel, þá náttúrulega tölverið erfiðari ganga. Já. En munurinn svo mikill. Þú myndir tapa mótinu ef þú myndir velja vitlaus skíði hérna. Sko, sérstaklega ef það eins og með ábyrgðin. Já. Ef það mikið að brekku með brautinni og þú ert að reyna að fara að vinna og ert með vitlaust undir, þá getur þú bara alveg sleppt þessu, sko. Já. Þú getur ekki að hlaupa bara upp brekkurnar með ekkert undir, sko. Já. Og hvað þá frýs neðan í þér? Já, þá ert í vondum. Þá bara að skíða af og fara að skafa og svo bara keyra þangað til að frýsa aftur undir og sem betur fyrr gerist það nú ekki oft. Já, 5 mínútur í start segja þér. Það eru allir farnir að tínast til þarna upp frá. En svo sjáum hérna, þetta alveg magna. Þetta flott hjá henni Bökkum, djöfull maður. Það er búið að finna. Það örugglega multigrade og Rossi Special. Það bara virka? Já, mér sýnist það. Ég var að tala við á henni í morgun og í smurningaherbygginu hjá honum Helga.
Og þeir voru með Multigrade og Rossa og það var að virka best. Það þurfti bara að bæta aðeins neðan í til að það myndi ná að fatta, sko. Og maður segir, sko, fatta, þá er það gripið, sko, til að ná vera kikkið. Ég skildi. Já. Er það þá nærðu smá gripi til þess að íta þér áfram? Já, sko, skíði virka þannig, það er svona í boga. Já. Þannig að þegar þú rennir, stendur bara á báðum skíðunum, þá eru þau boga og það er miðjan á lofti. Já. Og þar er ábyrgðin fyrir gripið, eða skinnið. Já. Og svo þegar þú stígur niður í hægri og ert að fara að spyrna þér áfram, þá ertu vinstri fóturinn á lofti og þá stígur niður miðjuna og spyrnir þér áfram þannig. Þannig að þú reynir gerir, þá ítur miðjunni niður og spyrnir þér áfram. Þá ferðu gripið? Þá er fattið, sko. Já, það er fattið, ok. Þorri er mættur. Heyrðu, hann var í öðru sæti á í Hermannsgöngunni síðustu helgi. Já. Sá er að bæta sig, maður. Eru bara 10 manns líklegir sigur hérna í dag? Hvernig virkar þetta? Sko, helgirinnir er líklegastur. Finnst þið það? Já, ég ætla að skjóta það. Þú ætla að setja pening á það? Já, ég myndi alltaf henda pening á það. Ok. Ég myndi alltaf henda pening á helgarinnuna. Hvað þá þegar maðurinn er að gera braut hennar sjálfur, sko. Það þekkir hvern krók og kima hérna. Mitt. Já, ok. Það verður eitthvað að sjá þetta. Ég hlakka til að sjá hvernig þetta fer. Þorri var í 3. seti á Hermannsgöngunni. Ok. Þorri var í 3. og Heiddi í 4. Ok. Þetta er magnað. Hvernig er þetta ræst fyrir ekki áður en við byrjum þetta? Ég sé þeir eru eitthvað þannig að fara að raða á eitthvað. Við erum semst með 30 km fremst. Allir sem eru í 30 km eru í fyrsta hólfinu. Og svo ertu með 15 km fyrir aftan. Og svo koll á kolli þá 7 og 3,5. Já, þeir eru síðastir. En byrju, eru krakkar hérna að fara í 15 eða? Já, eða krakkar. Já, úlingar. Já, úlingar, myndi ég nú segja. Ég held að þetta sé, þetta er eitthvað hérna onni í polli við hliðina á okkur núna. Örugglega einhver búnaður sem má það ekki. Mér sýnist hann Árni Helga vera að græja þetta. Já, mér sýnist það líka. Það er maður sem gengur við verkin. Það er þannig. Sjáum við fallegu brún okkar hérna. Já, farið, Þorvaldur, við skulum, sko, býttu nú við, það er smá við. Já, þarna, við erum konin hringað. Já, þetta er, við erum með 2 risa pramma þarna undir. Ætli lofthæðin sé ekki þarna undir núna. Hún er örugglega 3 metrar. Já, það er býttu, það er farið, kemur niður brekkuna þarna. Þú kemur niður brekkuna, yfir brúna, kringum tjörnina, svo ferðu undir brúna. Og svo út í sveit. Já, ég hlakka til að sjá hvernig þetta verður. Þetta verður spennandi. Það er rosa gaman hvað þau renna hratt hérna niður og yfir brúna og sérstaklega með vindin í baki. Já, það er geðveikt. Það er nú bara vonandi að fá enginn hliðarvindin á sig og fljúga fram á. Við skulum sjá til hvað gerist. Við vonum allan ekki. Nei, sko hérna, vittu. Já, það er smá roka á þessari, sko. Já, hver er þetta? Það er eiginlega þessi hérna. Þessi er á 3-stand og hún er, við skulum bara skipta það. Þetta er svo sem datt. Já, það þarf bara að fá okkar albesta í þetta. Þá er þetta klárt. Myndatökumann á þessu, þetta er skuggalega góð startmyndavél hérna. Ef við erum að tala hver er líklegastur að vinna kvennamegin í löngugöngunni, þá er það hún Karin. Hún er frá Svíþjóð. Hún er með honum hérna Ragnari Gamaliel og hann er sigurstranglegur líka nema maður veit ekki hvað þau eru búið að vera að æfa mikið. Þau eru ótrúlega flott á gönguskíðum. Hún var, held ég, boðin í sænska landsliði en neitaði því og hún er ótrúlega flott. Hún ætti, ef að hún var í sínu topp formi þá gæti hún alveg unnu gönguna alveg. Þetta verður spennandi. Ég hef ekki séð hana ennþá. Nei. Hvernig, sko þau eru aðeins farin að hoppa og svona gera sér líklega þarna fremstu menn. Ég held að það sé að fara að styttast í starti núna. Veistu hvernig þetta verður ræst? Herru, þetta er bara ræst í Gjallarhorn, hefur verið síðust ár. Og svo fáum við að sjá hérna tertu. Við sjáum hérna flugveldatertu. Já, 1 mínúta í start segir. Hún er að spjalla hérna. Já. Þetta, já. Það er 1 mínúti í þetta, það allir að hita upp sérðu þarna. Fiðringurinn í maganum maður. Djöfull var ég stressaður, ég var að
útgangslínunni núna. En þau byrja meðvindi, það kannski hjálpar aðeins. Já, Þau fljúi í gegnum það markið allir að fara að koma á lágmarki hámarksraða hérna í gegn. Það bara svoleiðis. Já, djöfull, maður spenntur fyrir þessu. Herri, já, eins og það er terta í gangi hérna þegar þau starta. Ok. Er þetta startarinn hann sem að þú sérði í mynd hann? Já, þetta er... Þessi hérna? Sem stendur hægra meginn á myndavélinni. Já, það er örugglega þessi, hérna, Já. lengst til hægri núna í mynd. Já. Hann er örugglega að starta þessu. Já, þessi. Sjáðu, þau eru öll að nutta skíðanum. Já. Þetta er svo að Hvað- frjósa ekki neðan í, að þau eru með klístur undir skíðanum og ef þau standa bara kjur, þá frýs neðan í og þau að fara af stað, þá fljúga það framfyrir sig. Herðu, það er komið hérna? Nei, það var startað. Jæja, nú skulum við horfa á þetta. Það er enginn að sprengja sig í byrjun sig. Nei, það er allir að... Allir rólegir. Já. Sjáum hérna hver kemur fyrstur hjá okkur. Það er Helgi, það er Bjössi og Þorri eru hérna. Heddi, Egill, Helgi, herru, þetta er mikið SO-lið þarna. Sjá þetta lið maður. Með vindinu baki. Ótrúlega glöð með lífið, þanga til þau fara móti vindinu. Þetta er rosalegt start! Koma krakkarnir hérna. Já. Nau, þetta verður rosalegt. Sigmundur Jónsson, margfaldur Íslandsmeistari hérna. Þetta er ótrúlegt. Herðu, já. Það... Nú fáum við að sjá þetta almennilega hérna. Þetta er gaman. Sjáu þetta, það er allir... Pínu litla krakkar Já, að fara 7 já. kílómetra, ekkert mál. Þetta eru ótrúlega krakkar hérna. Þetta... Hérna... Já, Það er nú ekki stór einn hérna sem er að koma núna, þessi. Þetta er hans Sigmundur Kjartansson. Já. Ótrúlegur. Sjá, all uppstílaðir. Já. Þetta er hrikalega flott hérna. Er þetta... Þetta er SO-gallinn. SO-gallinn? Já. Það er nú mikið af hérna ísvinningum hérna líka. Og náttúrulega SKA, Akureyri einhvern veginn mæta alltaf. Er rígur á milli? Nei. Er engin rígur? Það er ekki lengur. Ekki lengur? Nei, það var náttúrulega í gamla dag, þá var hérna, alltaf verið að keppast að fá að vita hvað átt að bera neðan í, þá var alltaf svaka leyndarmál og það var tússað á allt sem var var að vera að bera neðan í og þannig að þú sást aldrei hvað hinn var að gera og setja neðan í. Það er aðeins breytti tímar í dag, allir vinir. Jæja, sko, þau eru öll... Kemur Garðar Áki, hann er að koma í markið hérna. Hann er bara komið gegn fyrsta lagi og hann fer 3,5 vona ég. Þetta... Innilega. Þarna sjáum við síðasta fólki er að tínast yfir, sko. Já, þetta var síðasti. Þessi hérna. Hann er magnaður þessi. Þessi, Garðar Áki Halldórsson. Garðar Áki. Hann rekur lestina hérna. Já. En sko, núna er það þannig að þau ganga niður eftir að bílavegstaði bæjarins, er það ekki? Þar er viðsnúningur og koma svo hérna efri götuna tilbaka. Já, þau ganga sérst hérna núna úr markinu, þá ganga að Tjarnarborg og taka vinstri beygju inn í bæinn, inn í gamla bæinn. Já. Ganga hringinn í kringum kirkjun okkar. Ok. Og svo ganga aftur upp á aðalgötuna, yfir hús. Já, þarna sést nú í fólk á þarna milli húsa sér. Þeir að koma tilbaka. Já. Og svo farið út að Múlatind, sem er sérst bílavegstaði, Já. Snúa við þar. Og þá fara þau að koma hérna tilbaka og þá fáum við að sjá þau aftur hérna í miðbænum hjá sundleginu þar. Ok. Það verður þetta svona aðeins smá stund sjáum við myndavélina hérna upp á skíðastöðpallinum. Hún nær kannski í götuna sem að fólki kemur tilbaka hérna eftir smá stund. Það er nú engin sjáanlegur ennþá en það styttist nú í þetta held ég. Ég ætla að við erum með kíki hérna á staðnum og strákarnir eru eitthvað að skoða þetta. Þetta verður fyrstu menn eru fara að láta sjá sig hérna vonandi. Ég veit ekki hvort það sé aðeins svo hvasst fyrir drónan því að hann er ekki komin í loftið. Ég held að sé aðeins svo hvasst fyrir drónan. Gæti verið sko því að það er verið að færa til myndavélar allavega og eitthvað. Þeir eru að gera ráðstafanir fyrir því að við séum ekki að fara að keyra á drónan. En þarna munum við sjá, það sem við erum að horfa núna, þarna munum við sjá líklegast Bjössa og Helga, fremst í flokki, vera að keyra þetta áfram. Ok.
Við sjáum að snjórinn svolítið skíttur. Já, Hann var mjög flottur í gær. já, þetta orðið, sérðu þannig Það þetta rigndi aðeins í orðið gær. smá pollótt þannig, þetta, Nei. ekki? Nei, þetta er frábært. Ekki verið að zooma inn á pollin hana. Frís undir í þessu. Er það? Hvað þau eru? Er allir að fara að frjósa undir þarna? Nei. Þetta verður bara gaman. Ok. Það er enginn að fara að frjósa enn í dag. Nei, það enda því það ekki neitt. Það er þetta með rétt undir. Já, Ef þau eru ekki með rétt undir þá fóruð þau nú bara á skinninu. Já. Það er ekkert að fara að frjósa vonandi. nei. En maður þarf að hugsa út í það. Kannski frís í því. Það Og þarf að erum vera við með bara- vörn. Erum við að fara að sjá fólk þá bara liggjandi eftir kanti að skafa? Hvernig virkar það? Nei, yfirleitt ekki. Þá kannski ná að henda skíðinu upp og skafa neðan að því. Já, Og svo halda áfram. Heyrðu, þarna koma þær. ok. Þetta eru, fremstu tveir eru svo mikið sem Helgi og Bjössi. Já, það er óbreytt staða þá frá því í startin áðan. Já. Þeir eru þarna, Bjössi ætlar að hanga aftan á honum Helga hérna til að brjóta vindi eins og hann hvílist. Og svo skipta þær líklegast. það hefur verið að Ef skipta þeir um eru spor. drengilegir. Hvað var þetta? Af hverju vildu þeir endilega fara úr sporinu yfir í hitt? Heyrðu, það er bara, stundum er bara betra reynsli í hinu sporinu heldur en svo dý. Þeir sjáðu það hérna, það er bara skíði í skíði. Já. Þetta nota þeir ætla að reyna að vera að stinga af þessi tveir hérna. Já. Er þetta góð dýft og hvað var það, stafhald eða? Sjáu, þeir ætla Já. bara að íta sér. Já. Þeir eru ekki með neitt undir. Nei, þeir eru að fara upp brekkuna núna, Já. sko. Við erum aðeins að sjá þetta. Þetta er rosalegt. Sjáu, sko, þeir eru tregir og eru ótrúlega sterkir Eru og þeir ætla bara að þrjóskir? íta sér. Já, Ef við sjáum mann númer 3, já, þá er hann að ganga, að reyna það allavega. Já. Það er erfitt að fá fattið. já. Við sjáum hann skæra gangar þetta bara upp. Er þetta leynitrixið þarna eða? Nei, þetta er trikk sem allir kunna. Allir trixið? Já. Ok. Það kunna allir að skæra ganga. Það er svona, það er björguninni þegar þú nærði- Af hverju er Helgi ekki að gera það þarna fremsti maður? að því hann hérna er bara að íta og hann er það sterkur, hann næra að íta sér upp. Við sjáum að fjöldin er komin í þessa brekku og það eru margir ekki með fatt á skíðunum og eru bara að drulla sér upp með að skæra ganga þetta. Já. Já. Mér sýnist ekki margir vera að ganga. Herru, jú, það er nú einhver. Það er einhverjur hérna með aftari mönnum. Herru, svo missaðu gripið og skjótast aftur úr. Já. Þetta er flott, já. Það er nú allir fjöldin enn og að koma. Já. Maður held kannski að yrði meira á milli, en það sjáum til núna eftir brekkuna. Þeir Já. sem eru góðu niður brekkur fá græða sekundur hérna. Já. Þetta er rosalegt. Já. Það er allir á meiri ferðin upp yfir. Þetta fjöldin enn og flest allir hérna. Já. Sýnist það. Það er þéttur hópurinn. Já, þetta er hópurinn í byrjun. Já. Svo byrjar að slitna. Já. Leið og mann vera þreyttir. Það er blóðbræðið komið. Já. Já. Ef farðu aðeins tilbaka þarna á maður sjá hvernig þetta er þarna fyrir neðan, Þorvaldur, zoomaðu út þarna. Ef ekki að skoða hérna mennina komandi í brekkuna og sjá hvað þetta er langt. Já, þetta er brekkan niður. Já. Hún er alveg frá Tungutu enda að sundleiðinni og þá kemur hún niður að brúnni. Já. Já, ok. Herru, það er greinilega orðið svolítið hvasst þarna uppi. Það er hérna, ég veit ekki hvað skeiðum. Tungatan er erfið, það er mótvindurinn. Já, Við sjáum það, annars væru þeir félagar komnir hérna á fullu niður. já. En þeir bætu upp með að þeir fá helviti góða hvíld á leiðinni tilbaka. Munar þetta rosalega á að hafa... Þarna koma þeir. Við sjáum það koma upp brúna, þeir eru að fara... Já, þeir koma þarna, sko, myndavélin okkar er í einhverju rugli þarna upp á, þannig við náum þeim bara svona. Þeir eru að koma yfir brúna núna. Þarna... Svona, þarna koma þeir Þarna niður. koma Helgi og Bjössi. Já, Þeir eru bara nýjafnir. Það Þetta er þetta bara fyrsti hringurinn hérna. Og já. Þarna meiri ferðin, ég veit, já, það sést voðalega lítið hvað er að gerast núna. þarna erum við. Það eru nú fleira fólk að koma hérna niður hérna. Já, sjáðu, þarna er fólkið að fara upp Hérna koma þeir. og þarna, svo er það að koma niður þarna og fara yfir brúnna. Egill, Þorri og er þetta Brynjar, Þjálfur og Heiti. Þetta eru allt Ólafsfirðingar.
Fremstu sætin. Fremstu menn eru allt Ólafsvíkingar nema þessi þriðja sæti sem að ekki alveg ljóst. Hann að fela númerið sitt hérna, hann vill ekki láta vita hver hann er. Við sjáum svo son helgarinni þarna, Árna. Árni hérna með fremstu mönnum í þessu? Það er segur strákurinn. Sjáðu hérna, þarna að fara undir brúna. Já, koma undir brúna. Já, hver er þetta ekki Helgi og Björns? Þeir eru bara hnífjafnir ennþá, kallarnir. Já. Alveg svoleiðis. Þetta magnað. Nú þeir á leiðinu út eftir. Já, nú byrjar þetta erfið. Við sjáum munin á hérna fyrstu tveim og númer þriðja. Hann aðeins þreyttari. En það alltaf betra að ganga með einhverjum. Já. Þú verður svo fljótt búinn í hausnum ef þú ert ekki að elta neitt eða neitt með þér að ýta þér áfram. Já, það trixið eins og... Já, þú verður að hanga. Þú verður að hanga á næsta. Þú verður að hanga næsta manni og pínaður. Okay. Þarna sjáum við þeir eru 3, 4, 5 undir brúnni. Já. Þetta eru flotti strákar. Hitti, hann byrjaði nú bara skíðumina í hittifyrra eða eitthvað. Hann náttúrulega bara byggður eins og ég veit ekki hvað. Óþolandi. Þarna faraði niður brekkuna. Já, en hann kom að krakka hópurinn líka. Já. Þetta flott, maður. Þetta magnað, sko. Þarna sjáum við nú. Það eru, já. Vonandi sjá, það var nú 2020 þegar við fórum nú á RÚV. Þegar var hérna myndböndin að detta í þessari beygju, þá var hún öðruvísi, þá voru ekki með þessa brú. Nei. Þá komum við niður þessa brekku hérna og við beygðum bara beint suður eftir og keyrðum fram hjá íþróttahúsinu og út á fótboltavöll. Okay. Þá var rosa hratt færi og kröpp beygja og það bauð upp á mikið af mistökum. Og allir á hausnum og... Allir á, sumir flugu út úr brautinni. Já, það svoleiðis. Þarna eru... Það var gaman og gaman. Það meiddist nú enginn, þannig að það var náttúrulega... Já, sleppur þetta alveg. En við erum núna að horfa á fólk, sko síðustu menn eru svona að tínast upp brekkuna af svona, kannski svona aðeins eldra fólkinu ennþá. Já. Og sjáðu þarna, eltum hana niður og upp á brúna. Þannig sjáðu þarna komaðu tilbaka. Já, fáum eitt svona niður brekku. Já, eltum eitt niður brekkuna hana. En þetta erfið brekka þarna þegar maður ekki með neitt, sérstaklega núna þegar snjórinn orðin bara sykur. Já, og svo yfir brúna og sjáu þarna það fólki að fara undir þarna líka. Þarna fara hann og svo niður, svo kringum tjörnina. Þetta við erum að fylgjast með, Hessi flottur, sjáu stafatæki hjá honum. Þetta gott stafatæki? Já, þetta mjög flott hjá honum. Hessi kann að ýta þér. En sko málið það líka núna í þessu færi, þá erum við að tala það að þú þarft að vera með öðruvísi trissur en venjulega. Já. Og trissur eru neðst á stafnum. Já, ok. Og náttúrulega út með karbít odd neðst á, sem þá gripið í hörðufæri. Ok. Og svo ertu með trissuna, í þessu færi til þess að þarft að vera með stóra trissu. Ok. Og hvað þýðir það? Það tekur mikið í? Já, þá eiginlega grípur hún í snjóin af því að þú ert bara með litla trissu í þessu færi. Já. Þá ferðu bara ofan í snjóin og þá nærðu ekki að spynnunni úr stafatakinu. Ok. Ég spynna mér inn í bílnum hérna. Það bara betra, ok, það bara svoleiðis, sko. Þetta erfitt að móti vindir, sko. Já, ég skal trúa því. Erum við farin að sjá í einhverja koma tilbakabrautinni hérna? Nei, það alveg svolítið það. Við þyrftum kannski að fá update frá honum Ásgeiri Frímanns. Hvort að... Einhver komin í húsið? Hann láti okkur vita ef einhver að koma fram hjá honum. Það væri rosalega munur. Það drykkjarstoppa eða það? Já, Geiri, sko. Ég fór í fyrra, maður. Hann bjargaði mér. Ég held ég að tjökka 2 bjóra hjá honum, maður. Ég var hvítur í framan og næringarlaus. Já, þá það bara trixið að fá sér eitt kaldan og halda svo áfram. Já, ég allavega komst í mark. Já, það geggjað. Það hjálpaði. Já. En í gær í næturgöngunni þá skellti gæinn sér bara í pottinn. Já. Og var að fá sér bjóra meðan var að hvetja fólkið áfram í bakarinnum hjá sér. Það einn liggjandi í brekkunni, sko. Já, það erfitt þegar maður dettur í þessari brekku. Maður þreyttur og reyna að rífa þessu upp aftur. Já. Koma svo. Hún að rífa sig á stað hérna. Settu stafinn undir yfinur. Og koma svo. Já, það allt í fulli 5 hérna. Og svo drífa sig. Þetta erfið brekka, eins og ég segi, hún verður sykruð. Já, hún svo brött þarna upp, sko. Vindaveldan gefur sig ekki alveg nú góð skil, sko. En þarna... Með við horfa aðeins á brekkuna þarna aftur. Já, það hérna... Þetta erfitt fyrir krakkana líka, sérstaklega í þessum mótvindi. Já. Þetta
mun erfiðara þetta lítur út fyrir að vera. Já, það er bara svoleiðis. Þetta er alveg algjört rugl þarna, nokkur á hausnum og Já, eitthvað en eins og ég sagði, hún verður svolítið sykruð. Það er bara, við getum ímyndað ykkur að labba í sykri, hvernig það er. Og það er helvíti erfitt. Hún verður fljótt þreyttur á því. Já, það er bara svoleiðis. Þetta er svo stíft, eða svona laust í þessu, lítið grip og svo renna allir hérna út allt. Í gær til dæmis, þá var brautin fullkomin. Já. Hún var hörð og hröð og það var bara, enda voru tímanir rosa flottir í gær. Við erum að tala um það að í gær í næturgöngunni í 15 kilometrum þá var helgirinnir 21:55. 21:55 hringinn. Með 15 kilometr. Nei, með hérna 7,5 og svo var hann býttu nú við. Hérna eru að koma niður brekkuna, getið séð þetta yfir brúnna og þarna faraði í kringum vatni eins og ég var að tala um áðan. Þetta sést aðeins betur hérna. Það er smá örðuleikar inn á tímataka.net. Þið getið skoðað alla tímana inn á tímataka.net undir fjarðagöngunni. Já. Og það getur við séð næturgönguna á fyrsta sæti og annað sæti. En allavega í fyrsta sæti í gær þá var hann helgirinnir. Enda er þetta frábært færi fyrir þessa menn sem eru bara að ýta sér. Já, eða það? Já, í gær, það er svona hart. Já, þú faraði miklu hraðar þannig þá, eða þeir eru sterkir í höndunum. Af því þeir eru svo ótrúlega sterkir og kunna ýta sér og nota kviðinn, þá ertu að skjóta þér áfram í hverju stafataki. Þegar það er svona hart, þá náttúrulega rennur svakalega. Það er hann Hjalti Jónsson sem er í 3. sæti. Já. Afsakið fyrir að vera ekki með þarna, hann er svo var að reyna að fela númerið sitt hérna á það. Þetta er magna sko. Og við trúum því að það stendur ennþá Helgi Bjössi og Friggat Sigurbjörn Þorvaldsson. Við náðum einum hérna, fór á grafinargreið, komum sér upp aftur kallinn. Já, þetta er erfið beygja. Já. Þetta er erfið beygja. Já. Þetta líka, hún kemur svona svolítið kröpp hann í enda. Já, það er þannig sko. Mér sýnist líka sporið ekkert verið orðið sérstætt. Nei, ef að einn dettur þá er komin hóla. Já. Og það er, þeir góðu, þeir skíða bara yfir það ekkert má. Já, ég skildi. En hinni sem eru kannski ekki alveg með allt upp á 10, það er erfitt að gefa smá kökull fyrir þér. Já. Þetta er magna sko. Sjáu þið þarna, þetta er niðurbrekkuna. Svona svolítið svona, aðeins jafnvægisleysin. Og svo er það þarna einhvers staðar, þetta er orðið, nokkrir búin að fara þarna á hausinn. Já. Við skulum aðeins. Þetta lítur vel út. Já. Þetta er ekki einhver ótrúlega vel. Það er eins og að búið að lægja aðeins. Já, mér sýnist það. Það er rosalega. Það er mjög jákvætt. Það er rosalega jákvætt. Þetta er hún Arna. Nei, þetta er ekki Arna Dögg. Jú. Það held ég. Þetta var hún. Það er kannski ekki nægt að tekja alla á svipbrigðinu sko, nú leitni. En sjáu þarna eins og trén eru svona ekki að hreyfast jafn mikið og svona eins og það gerði. Þetta lítur eins og aðeins byrta til líka. Já. Ætli við fáum sólina í þetta? Já, gæti verið sko. En þetta er, þarna eru allir að klára að fara í kringu vatnið og við skulum elta þarna þess að í bleiku og sjá hann að hún fer niður brekkunni gegnum göngin hana. Sjáu þetta hana, svaðarenningur. Það eru franskar og fram hjá húsinu. Og svo núna, þarna, hverfur hún. Fer í hvarf þarna og undir brúnna sko. Hún er rosaleg brúin. Ég get bara ekki sýnt frá henni því að það er smá erfiðleikur á myndaðilinu hann upp frá. En þarna sjáu þið að hún er að koma hérna hjá sundlauginni og leiðin út eftir, eða inn eftir segi ég. Innfjöruðin það er erfið að ganga Já, á móti. Við vitum það nú alveg, það er bara mótvindur og að reyna að ýta sér á móti þessu. Þetta er bara Það eru margir að notast við framsparki hérna. Framspark? Já, það er nú eitt annað sem ég þurfa að kenna þér frá. Já, segja þér frá hérna. Segðu mér það. Þá eru þess að ýta sér og þá eru að spynna með öðrum fæti til að komast ef þeir eru ekki alveg að ná að ýta sér nógu hratt sko. Þá spynnir þeim bara með hægri eða vinstri annarkvort. Og með ítika takinu
og þá ert að ná að skjóta þær vel áfram. Og það er líka eitthvað tricks. Já. Þú lærir þetta allt og kemur á námskeið hérna hjá okkur. Ég þarf að skrá mig á námskeið. Já, ég veist það. En þetta er magnað, sko. Það er smá brasinn í brekkunni. Já. Sjá, koma það svo. Það er bara að láta sig vaða. Það er bara númer 1, 2 og 3 láta sig vaða og hafa trú á sjálfum sér. Já, þetta er svona smá jafnvægisleysi þarna og einn Já. að koma á meiri ferðinni Já, og eftir þeim og klessi bara á og... Það er ekki vont á detta. Nei. Það maður bara hendi sér á bossan. Já, hann er á hlaupum þessi. Já, þessi er ekkert að grínast. Nei. Þetta er geggjað. Og það er hérna... Það eru fleiri að fara að koma niður brekkuna núna. Við hljóttum nú að fara að fá status hjá honum Geira Frímanns. Já, við skulum fara aftur á brekkuna. Það eru fullt af fólki að renna sér þannig núna. Já. Það er verið að laga girðinguna. Við erum ennþá að bíða eftir að fremstu menn komi tilbaka sem að fóru út fyrir vatn alveg. Nei, að sumarbústaði, þeir voru búin að breyta þessu eitthvað, það ekki? Nei, sko, þeir eru ennþá að fara heilan hring sem er, já, hérna 3,5. 3,5, já. Vittu. Herru, það var fyrsti keppandi að koma í mark hérna. Já. Ok. Af hverju það var tímataka ekki komið í lag? Það virka ekki tímatöku. Victoria heitir hún. Victoria. Já, og þetta sýnir mér vera, já, þetta er SKA. Þetta er hún Victoria, getur við ekki fengið hérna. Jú, Sindri, við skulum fara á vinnerinn. Vinnerinn í 3,5. Já, hann er hérna vinstra með við þig. Sindri, það er vinkona hérna vinstra með við. Hún er... Þú þarft að snúa á hana, kannski ekki. Það er kögglarinn að fyrir erfið staðsending. Já. Er hún farin úr við? Nei, þarna sjáum við hana. Þetta er Afi Stebbi hana og Stoltur. svo er hún Victoria. Já. Og Bubbi að taka myndina. Þetta eru bræðurnir hana 2. Já. Þetta eru legend. Ok, geðvikt. Bubbi, hann er alltaf margfaldur Íslandsmeistari í gönguskíðum og skíðastökki. Já, það er geggjað. En þarna er dróninn loksins kominn. Og nú skulum við skoða þetta eins. Þið sjáu þarna er uppbrekkuna. Getum við farið að menntaskólanum? Já, förum út að menntaskólanum. Keyrum brautina tilbaka. Já, gerðu það. Hérna förum á móti þá. Drónaflugmaður, getur við farið út að menntaskóla? Hann er svona, kannski ræður hann ekki vel við vindinn. Það er örugglega aðeins svo hvasst. Þarna er hérna pizza niður. Hittum nú við. Þarna er hann að fara á stað. Þetta er frábær ganga hérna á Victoria, 3,5 og hún var bara rétt rúmlega 20 mínútur með hana. Já, enda líka er engin annar búinn að koma hérna á eftir henni. Hittum nú við. Drónin er eitthvað í einhverju... Við erum ennþá í smá tímatöku við sinni hérna. Þetta... Og mér sýnist drónin vera svona að koma sér af stað. Já, hana, förum út á menntaskólanum. Aðeins lengur hana. Ríkalega, þetta er fallegt maður. Já. Sjáu þið hvað brautin er flott hérna út eftir. Það sést nú fólk hérna á leiðinni út eftir. Já. Og, já, inn eftir segi fyrir gjöðut. Og hann er nú einn að koma tilbaka. Hver er þetta? Er þessi í 3,5 eða? Það gæti vel verið. Já. Þessi er samt eitthvað aðeins að dóla sér. Já. Þetta er ekki fremstu menninir okkar. Nei. Þetta er kannski bara einhver hérna sem er að fíblast í okkur. Aha. Sko. Herru, hérna sjáum við 2 feðga í brautinni. Já. Við sjáum aukavél 2. Ok, þeir fara undir brúna. Þeir eru flottir. Já. Þessir eru flottir, sko. Mikilvægt að fylgja börnunum sínum í þessu. Það er ótrúlega gaman. Það er svoleiðis. Ganga með þeim hérna. Vittu, það er nú einhver að koma hérna yfir. Hér kemur hann Sigurbjörn. Já. Hann er að fara... Hvað er hann að fara? Hann er að fara... Var hann í 3,5 þessi? Já, hann var í 3,5.
Tímataka eitthvað leiðilegt hérna. Hún leiðileg hjá mér. Ok. Þetta var hann Sigurbjörn. Þetta nú var bara að fara með barninu sínu sem hann skildi örugglega eftir í brautina. Stakk hann af. Hann vildi ekki, heyrðu þú ert að fara of hægt fyrir mig, ég ætla að fara að undan. Það hlýtur að hafa verið eitthvað svoleiðis. Já, hann ætlaði ekki að taka of slakan tíma, hann við skilji krakkan eftir einhverstaðar. En þetta, Nei, ok. maður sjá, býta nú við, sko, það er, þarna er brúin, sko. Þarna sést undir brúna. Þeir voru hérna að sjóða á þetta handrið í gær. Þetta er náttúrulega helviti hátt fall ef maður skildi nú. Ekki hitta á eða fara út af. Já, ég held að það sé nú ekkert rosalega spennandi, sko. Nei. Skjóttu á brúna fyrir okkur, það er svo flott. Sýndu okkur brúna. Já, við erum konir á brúna. Já, þetta er flott. Þetta er magnað. Það er einn hann upp á leiðinni niður. Sko, ekkert mál. Það er bara svoleiðis. En hvað, fer ekki að styttast í einhverja af efstu mönnum að fara að skríða tilbaka? Jú, það hlýtur nú að vera þeir séu að fara að drulla þeir tilbaka hérna. Þeir eru náttúrulega ótrúlegir, en ég er að segja að mótvindurinn er erfur. Já, en þeir hljóta að fara að fá þetta í baki núna. Já, það er erfitt. En getur sagt mér hérna, við sjáum hérna, hvað er þetta greni að gera hérna? Þetta er til að því að sko, þú mátt ekki skipta um spor. Já, er þetta afmörkurinn? Já, þú mátt ekki skipta um spor þegar þú ert að koma í mark. Þá gætur þú verið að tróða þér fyrir einhvern eða eitthvað svoleiðis. Auðvitað. Og svo er þetta alltaf bara ógeðslega flott. Já, þetta er skrautið. Það þarf að vera skraut. Þetta er rosalega flott. Þetta er bara magna, sko. En þetta er svona til að afmarka sporið inn í markið. Já, þetta... Mér sýnist bara að tímataka hjá okkur ekki verið í lagi. Nei. Það er leiðilegt að það geta nú allir fylgst með tímum þar. Já, hvar var það? Sínum vinum og vandamunum. Það er tímataka.net. Já. Hérna þarna koma fremstu menn, Sindri við skulum vera á þeim. Það er Helgi og Sigurbjörn, Helgi Reynir og Sigurbjörn Þorgeirsson. Þeir eru hérna tveir fyrstu menninir. Já, það sést ekki eins og í næsta, þannig að þeir eru greinilega á þeir eru miklu ekkert fasti. Að grínast. Nei. Hver ætlar að taka þetta? Þeir eru bara horfnir, við rétt náðu þeim bara. Það er eins gott að þeir keppi nú fyrsta sæti. Það fari ekki saman með leiðast hérna í mark. Nei. Við viljum sjá alveg keppni í það. Já, það þýðir ekkert annað. Þetta var flott, já, hvað ætli Helgi Jónsson? Það lítur nú að fara að styttast í, þú sástu númerið á þriðja manni áðan? Ég var með það fyrir 2 sekúndum. Já. En þetta er svona... Herri, drónin heyrist mér vera bara of erfitt fyrir hann. Já. En þeir eru nú töluvert á undan. Þannig er einn að renna sér niður á rassinum. Því miður höfum við ekkert annað. Nei, þetta er bara flott. Þetta er líka leið. Þetta er bara ein leið líka. Já, já. Maður þarf ekki að fara á skíðunum endilega, sko. Nei, það er bara svo leiðis. En það er stundum erfiðar en að fara á rassinum. Já, þarna eru 2 dottnir. Já. Þetta er bara partur af þessu. Já. Þetta er rosa flott. Herri, þriðji maður. Hann er að koma hérna. Já. Skulum fara að tjekka á línuna, sko. Já, þarna, við förum að fara að sjá í þá. Þarna er hann Helgi. Þarna kemur einn. Þetta er þriðja sætið. Hver er þetta? Þetta er hann Helgi. Helgi? Já. Já. Helgi flottur maður. Vel gert Helgi. Já. En hann er einn. Það er enginn fyrir aftan eða framan. Eins og ég sagði, það er erfitt að ganga einn. Herri, það er nú hópur að koma henni tilbaka. Ég held að þetta sé nú Ólusreiningarnir. Já, ok. Og hann Brynjarlegu. Hann er nú Ólusreiningur. Ég ætla ekki að fara að segja að sé ekki Ólusreiningur. Bjóðuna hann í 10. bekk. Þið sjáu þarna hópurinn er að koma inn á drónanum. Þið sjáu að þetta... Þeir er svona, já. Þeir eru hérna 5-6 hérna held ég. Já. Þetta er að góða. Þú vilt vera í hópnum. Þú vilt vera það sem að þú getur fengið smá skjól og skipst á að vera fremstu maður og líka bara þrjóskan í að halda þér áfram. Já. Það er erfitt að ganga einn. Já, heldur betur. Þarna koma þér. Við sjáum þetta. Þetta er það 4. sætið þarna sem við erum að horfa núna. Já. Þetta raðast hann í að Þorvaldur Sveinn er í fyrsta og Heiti Heiðar Gunnóls er í öðru. Já. Og svo er þetta Brynjarlegu. Hérna koma þau. Sjáu eftir því og svo kemur hann Egill
Þetta eru flottir maður, jöfnvel eru þið góðir. Þeir eru harðir þessir. Svo Þetta er þéttur hópur. Þetta er Það rosa miklu flott hjá þéttara þeim. þarna. Þetta er alveg frábært, það er gaman að sjá þessa hópa þegar maður vil sjá endasprettin á eftir Já, og það sem að gangan er að styttast Já. þetta já. Eru menn að fara að keyra bara hraðar? þá eru menn að fara að keyra hraðar Já. og menn eru að fara að koma þéttar í mark Já. og það er sem við viljum sjá endasprett. Ok. Ef við fáum ekki einn endasprettinn í dag þá er það bara vonsvík. Já. Þetta er bara magnað, sko. Þá fer blóðið á milljón. Já. Það er sko, við erum komnir, drónin er þarna, við sjáum það að fara, eins og við talum á hann, sjáum við þarna á milli húsana. Það sést ekki lengur. Herru, keyrum að sig yfir kirkjuna, eltum hérna. Já. Já, hann. Keyrum að sig yfir kirkjuna hérna í norður, Þarna já, eltu þarna, þú sér það. Eltu bara braut hérna. Já. Já, hann er einhverju leiðendum hérna. En, nú sjáum við hérna yfirlitsmyndin allavega. Þetta er kannski ekki akkurat. Þetta er, já. Við sjáum hérna 1, 2 og kirkjuna. Hann er leikfarsvæði og Við þurfum að fara aðeins lengra. þarna sjáum við kirkjuna. Þau eru að ganga inn götuna þarna. Já, þið sjáum beygjuna þarna. Ef við akkurat þarna. gætum elt þennan mann, Já. það væri æðislegt. Já, elda brautina þarna, en ég sé ekki að drónin sé að meika þetta. Það er nú svona 20, að hafa spáð 25 metrum á sekundu, sko. Já, það er nú bara einhver lygi. Það sýnir, það er ekki svo Hérna ofsa. sjáum við komið mark, þetta er hann Kristoffer Beck og hann Árni Helga. Þeir eru nú bara að fara að ganga áfram. Þeir eru alltaf að fara Þeir eru að fara allan 10 og 30, nei fyrir ekki 15 Mm. og 30, við skulum bara halda því áfram. Já. Dóttir gangi nú 22 og Bara svo leiðis. 10. Já. Já. Þetta Þetta lítur allt vel út. já. Það væri rosalega Þarna eru nú einhverjur að, flott að elta brautina. já, við myndum ná því ef að drónin ákveður að hlýða, en mér sýnist nú ekki. Við förum nú að fara að sjá þá aftur koma hérna fyrstu 2 sætin. Já. Það styttist alltaf við þá. Það er bara svo leiðis, sko. Þið sjáu þarna á flöggunum að það er aðeins smá mótvindur, sko. Ég held að drónaflugmaðurinn komist bara ekkert í einhverjar áttir sem hún langar. En það er bara eins og það er. Þarna sjáum við þá, ef við skjótum upp á brekku núna, Já, þá eru þeir að koma aftur. já, Þeir eru að koma hérna. ég, Þetta er þá Helgi og Bjössi áfram, Sigurbjörn. Helgi Reynir og Sigurbjörn. já, við Og kemur náum Þetta ekki var hann Arnar í markinu. myndavélinu upp á, þarf að fara inn götuna til að við sjáum í Helgareinu og þá sem er í fyrstu sætunum, en það er verið að stilla eitthvað þarna. Við getum kikkað á hann, getum skotið hann upp. Já, sko, myndavélina, Þeir eru að koma í mark, hérna kemur Akureyringurinn, vel gert. Vesta tímatakan er og hvað fokk ég mér hérna. það er allt í smá lamasessi, en Við erum að sjá krakkan að koma í mark hérna. já, Það er að fara 10 kilometra. heldur betur. Þetta eru ótrúlega dugnaðir í þessu krakkan. Kemur hann Helgi Er- Már, sjáu þið, þetta er, Þetta Nei, er hárprúður maður. svaðalegt hár. þessi er rosalega. Já. Þetta er örugglega gaman á móti hundu á hann, Já, ekki með. nei, Svo kemur hérna fjárða göngu drottningin frá því fyrra, Björk Óla. já, Þetta er hörku tól. já, Sú er þrjósk. Ha, maður þarf að vera þrjóskur til að vera góður í svona sportum. Ja. Hlaupa og skíði. hlaupa á skíði. Já. Og svo þegar þú blandaði saman þá þarftu að vera ekstra Og hvað þrjóskur og Hvað góður. þú þurfti að hjóla líka? Já, það væri eitthvað. Það var ótrúlegt. Hún var hérna, fjárða göngu drottningin í Já. fyrra. Sko, ef við förum með þessari myndavél sem að er þarna, eru strákarnir ekki komnir eitthvað nálægt skíðapallinum þá orðni. Sigmundur Jónsson er komið mark. Í eitt ring fyrir geður lappið. Já. Það byrjuð þarna, já. Þeir eru, maður er farin að sjá í. Hanna, nú komið inn. Já. Já, það var flott. Það var mikið. Jón Garðar. Fyrir geður, þetta var Jón Garðar í þriðja sæti á hann. Það var ekki Hjalti Jónsson, eins og ég sagði. Ok. Og hann er nú siglfirðingur. Hann er að keppa fyrir
Siglufjörð. Hann þarna, allir sé ekki alveg komin 3-4 mínútum eftir strákunum. Ok. Þeir eru þarna þeir eru að fara er hann að fara upp brekkuna núna kannski? Þetta Þarna- er hann Jón Garðar. Já. Hann alltaf að kenna, þjálfa þennan námskeiðin helgar. Ok. Þessi er rosa flottur. Já. Það er alltaf Hann- ennþá fart á honum, hann er bara Já, að hann skokka Hann þetta upp, sko. gengur bara upp, þetta er náttúrulega rosa flott. Hérna Já. sjáum við krakka vera að koma í mark. Og rosalega flott hjá krökkunum, bara að klára 3,5, vel gert þarna. Kemur Ísfirðingur eittur og búm, Já. vel gert. Þetta er gaman að sjá krakkana. Að vera að berjast í þessu vindi hérna. Ótrúlega flott. Þetta eru krakkar fættir 2015 og 14. Nú, ok. Og farnir 3,5 kílómetr. Það er rosalegt. Þetta er bara flott maður. Sko, þarna, býttu nú við. Nú erum við farnir að sjá eitthvað þarna upp á skíðapalli. Þarna, þeir eru... Já, þetta er hinn hópurinn. Já, þetta er hópurinn á eftir. Strákarnir Já. eru farnir... Við mistum af fremstu mönnum því miður. Sjáu þið þarna. Þetta eru ólífsríkjarnir sem ég taldi upp áðan. Já. Þeir eru að fara að Og leggja stað í Birkir brekkuna. Þór er með þeim. Ok. Birkir Þór Stefánsson. Ok. Þetta... Það er ennþá fart á þeim líka. Það er ekkert að slöku við á leiðinu upp brekkuna. Þetta er brekkan sem að fólki var í Þeir verða að keira sig. Ef þeir ætla að halda í grúppuna og verður að koma sér áfram. Það er pressa á þeim, sko. Það er alltaf einhver sem vil vera aðeins fljótar en hinir. Það er ýmsar aðferðir þarna í boði. Þeir eru flottir þarna Já. uppi, maður. Hérna sjáum við... Þetta er Helgi, Þetta er Helgi já, og Sigurbjörn. þeir eru að fara núna undir brúna. Þeir eru búin með 2 hringi. Já, já. Þeir eru undir brúna í annað skipti og eru á leiðin út eftir, inn eftir. Þetta verður... Þeir eru sko... Það er 4 mínútna munur, eða 5 mínútna munur á... Þeim og í næsta. Nei, fyrsta hring í gær hjá Helga og í dag. Þannig að þá sjáum við það hvað það er töluvert erfiðar að ganga í dag en í gær. Já. Það er Og þarna sáum við komið í mark. svona hverfa þeir. Við vorum að horfa á hana og... Þeir eru að fara á móti vind núna, þannig að nú fer að heldur betur að reyna meira á hjá okkar mönnum hann. En þeir eru ekki eins og sko, þeir eru ekki farnir að slá af, sko. Þannig að... Við sjáum að fullt af fólki að koma í markið eftir 3,5 3,5. Já. og 7,5. Og svo eru sumir sem þau eru að puða áfram. Ok. Hérna erum við farnir í brekkuna, þarna er einn að koma niður. Býtu, er þetta ekki þriðja sætið okkar? Já, þetta er Jón Garðar. Já. Þannig kemur hann kallinn yfir brúna maður. Það er bara franskar alla leið. Býtu. Já, þeir kunna alveg niður brekku. Sjáðu Þetta það. er ekkert flókið. Nei, þarna og hann er að fara að taka hringi núna Já. í kringum tjörnina. Þetta er þriðja sætið, þarna sjáum við hann. Nei. Þetta er rosalegt hjá kallinum. Hann er farin... En þið veit að keyra á sama tempo eða? En eins og ég segi, það er erfitt. Þú ert að berjast við sjálfa þarna. Þú ert að berjast við sjálfa og hausin í þér að reyna að keyra það áfram. Ok. Þú ert ekki að fara að ná þeim, þú veist það. Já. Þú þarf bara að hugsa, ok, ég ætla ekki að láta neitt ná mér. Nei. Það er eina motivationu hans eins og er. Hvernig virkar eins og þessu? Þú veist, fylgistu með alltaf í sömu beygjunni hversu nálægt fólk er og hvort þú eru að fara hraðar að hægar eða hvernig er svona, hvernig gera menn þetta, skilur? Segjum sér svo að hann sé þarna á sama stað og síðast og líti upp pallinn og sjá að fólki sé komið stittra lengra, skiluru? Já, Er einhver svona tricks í þessu? Já, þú ert alltaf að reyna að fylgjast með hvort að menn sé að nálgast þig eða ekki. Já. Og ef þú sér það að þeir eru að byrja að nálgast, þá náttúrulega ferðu að keyra þig í gang. Sindri kemur í mark hérna, hann ætlaði nú að ganga 30 km/h. Mér sýnist hann bara hætt við því það, Já. þreyttu kallinn. Já, það er eitthvað hérna. Þetta er náttúrulega alls konar fólk að keppa hérna. Já. Enda geta allir stundað gönguskíði og keppt í því, í þessum Íslandsgöngum. Já. Hvað eru svona mörg mót á ári, svona cirka, veistu það? Já, þau eru í kringum 5 Íslandsgöngur. Ok. Augnablik. Þetta er magnað, sjáðu hérna, það eru allir á leiðin upp brekkuna núna maður og þetta, sjáu hvað er orðið mjúkt þarna sko, þetta er orðið alveg djúp spor. Þetta, ég væri sennilega ennþá í fyrstu beygjunni. Þarna er einn að koma á meiri ferðinni fyrir ofan pall. Þetta, Já, og svo kemur þau þarna og fær vindin í andlitið. já, Vindin í andlitið og brekkuna líka. já,
Það Maður þarf að keyra sig í gang, Já. peppa sig í þetta. Þetta, ég held að skilir í dag líka séu svona svolítið krefjandi, Við sko. erum að horfa á Heita og Þorra þarna fremst. Já, þeir eru að fara undir brúna núna. Og þetta eru þessi hópu sem ég talaði á það. Já. Ólafsfirðingarnir. Mér sýnist Brynjar hann er að reyna að slíta sig frá þeim. Já. Hann fremst í hvíti. Já. Þetta er hann Brynjarlega að reyna að slíta sig frá. Ok. Sá var út í Svíþjóð að æfa og keppa og var í svona framhaldsskóla, gönguskía. Nú, ok. Bara á sínum tíma þá, eða bara Já, já. núna? Og svo er núna að þjálfa inn á Akureyri Já. fyrir SKA. Það er bara magna, sko. Þarna sjáum við þá. Þeir eru á leiðinni inn eftir, sko. Já. Leiðinni út að... Býtu, eru þeir orðnir 4? Það er nú Já. bara að slitna eins þá í hópnum. Já, það er svona. Það er einhverju farnir að... Hver var það eftir, Ég- er spurningin. Já, það er spurning. En þeir eru flottir. Þeir eru á meiri ferðinni, sko. Mér sýnist Brynjar að reyna að slíta sig hans frá hópnum, Já. en ég trúi nokkja Heiti, hann er þrjóskur maður. Sá keyrir þetta bara í gang. Auðvitað. Hérna er eina að koma illa sátt með Vel sitt. gert. Þetta er gaman, Já. alltaf gaman að klára. Hérna er nú líka Það er einn besta tilfengin. Haraldur Hárfari hérna fara upp brekkuna. Sjáu þetta. Já, þetta er hann Helgi, hárpróði. Já. Er þetta ekki Björk með honum? Jú, þetta er Björk. Það er... Þau voru hérna, ég var að kíkja hans á það á hann inn í bræðsliskúrin, það sem þau voru að bræða neðan í og græða hérna, græja skíðin, ábyrjun og allt. Það er búið að vera allir með stýrir augunum eftir þetta svo erfitt. Það er einhver annar... Þetta er gaman. Hérna er fólk að koma á... Þarna kemur Simmi maður. Já. Þetta Vel, nei þetta er Gummi, bróður hans. Flottur. Geggjaður. Hann eru... Þarna Haukur Rúnarsson og... Ég sést ekki neitt hjá mér. Hérna er... Það er slagur á brúnni núna, maður. Hanna fyrir hún fram úr. Það er alveg hasa núna. Þetta... Já, hún er... Já, er þetta Elsa Guðrún? Já, hún er, Ólympíufærin okkar. hún er að fara fram úr hérna vilt og galið. Já. Tók hann fram úr hérna, auðvitað. Já. Hún Það er- slakar ekkert almenna á. Nei, það er fartið á henni hérna. Hún er alltaf bara í næstu menn hérna. Hverjir eru þetta? Er þetta Árni yngri hérna? Já, hann er með bleikuglerun Já. og hitt er Veronika frá SKA. Ok. Það eru flottur. Já. Hann stefnir á að vinna sinn flokk. Já. Hann er nú bara 13 ára. Í hverju er hann? Er þetta hvað 20 kilometrar eða? Nei, hann er Nei, 15 hann ætlaði fyrir. 15 sem endar þá í 10. Já. Ef við tjekkum aðeins á stöðunni í 15 kilometrónum overall þá er Árni fyrstur eins og er. Já, Árni er hérna. Já, þetta er hann. Já. Hann er fyrstur í 15 kilometrónum. Auðvitað. Og Svavarós er nú á eftir honum. Hún er nú bara Hún... 1,5 mínútu eftir. Já, ef við sjáum við í hana einhvers staðar eða? Nei, kannski ekki. Já, þetta er... Það er bara... Býttu nú við, það er... Hérna er nú... Æ. Úps. Það fór hérna einn á hausinn á pallinu. Nei, hérna... Það var bara Yfir standið brúna? bróla. Já, Passa að fá ekki rennslið á sig ef það er einhver hraðir á eftir manni. já. Það er nú... Gæti verið erfitt. Það er einhver að koma hérna á Þessi kemur á varpinu. varpinu niður, sko. En hann kann þetta og hann skiptir bara spor og hægir á sér. Já. Vel gert. Öryggi í fyrirrúmi. Það er þannig. Já. Númer 1, 2 og 3. 1, 2 og 3. Svo kemur hann. Og Arnar kemur hann líka. Já. Hann vann þetta nú 2020. Þessi hérna sem við erum að... Já, ok. Þessi, Já, er þetta flottur. Arnar? Já, þetta er Arnar. Hann er ekki sem húukallinn. Nei. Vel Ég skil harður þetta með ekki. sólglerugin bara og Já. búinn að bretta upp á ermar og það og láta hendur standa fram á ermum hérna í miklu roki og Ólafsfirði. Ég sé að þessi kann þetta. Já, hann veit alveg hvað hann er. Já. Þetta er magna. Hann er á fulli núna bara að vinna, menn hann getur ekki eftir eins og hann var. Nei. Hann var svakalegur. Það er svoleiðis. Já. Hérna er nú líka einhver á hausnum maður og svo eru þessir hópur að koma hérna. Heldur að þeir séu 15 þessir? Eins og... Já, Já. þetta eru úlingar sýnist mér. Já. Það er einhver slakkur hann í brekkunum. Já. Nei, Arnar, hvað er þetta að gera? Nei. Já, hann er að hjálpa honum.
Laga á skíðin, drengur, Já. sagði hann. Þannig erum við komin í bæ, maður. Þetta er fegurinn. beygjan. Þetta er Þarna ástæðan er okkur kringum- fjarðagangan, er flottasta gangan. Þarna í Á kringu Íslandi. kirkjuna, maður. Ha? Þetta er ótrúlega gaman. Já. Sjáu að fjöldan sem kom að það geti ímyndað ykkur flöskutappan hana í beigjunum og upp brekkunum. Hvar er stoppið? Það er hann að vinstra megin í mynd núna. Já. Það er smá brekka hana upp. Já. Og þar er drykkjustoppið. Nei, drykkjustoppið er nú bara hérna á flötunni hjá íþróttahúsinu. Já, ok. En þarna er sko flöskutappi. Þá er ég að tala um að þá festist maður í flöskutappan. Nú, já. Það er allir að reyna að komast gegnum flöskutappan á sama tíma. Ok. Auðvitað. Þetta, sjáu hérna, þetta er... Þarna kemur við niður á. Já, komum aftur tilbaka þarna og svo alla leið út að hérna, bílavegstæði, Múlatind. Og svo er þetta svo tilbakabrautin sem við erum að horfa á þarna fyrir ofan. Þarna byrjar það aftur móti vindunum. Já, en Þetta það sér er að erfitt. hraðin er svolítið minni þarna tilbaka. Aðeins minni. Hei, byrjuð þarna, það er allt í... Vittu nú við, það er að koma hérna fólk yfir. Já. Vel gert, Guðrún Elisabeth. Já, auðvitað. Heyrðu, það var einhver sem flaug hérna í brekku. Þarna er hún. Sjáu þið, það er verið að setja medalíun og það er verið að krína hana þarna, maður. Uss. Þetta er geggjað. En það er, já, það er farið að bæta vel í roki eins og við sjáum þarna. Hárið bara stendur bara eins og sé stífgelað beint í allar áttir. Þetta er erfitt fyrir hann að helga hárpróða. Já, hann fer hægt núna á móti vindi allavega. Já, þetta er erfitt. Og vonandi er fólk að reyna að komast allavega í norður þegar þau fá þess að kviður í andliti. Hérna sjáu þið hvernig götunar eru bara lokaðar fyrir þetta svæði, sko. Þetta er alveg magnað. Þetta er ótrúlega flott. Þetta er ástæðan af hverju Fjarðagangan er flottasta gangan. Við erum inn í bænum. Já, þetta er líka magnað, sko. Það er engin svona ganga á Íslandi. Þetta er magnað, sko. Sjáu þetta svæði hjá þeim hérna. Þetta er geðveikt. Svona viljum við hafa þetta. Þetta mætist maður alveg 3-4 sinnum í hringnum. Já. Þá getur við séð hvar hinn standa. Já, akkurat. En ætli það sé ekkert var að styttast í fremstu menn eða tilbaka, þeir eru svolítið síðan þeir fóru Heyrðu, þeir eru bara að fara að koma í mark, þeir eru bara að klára. Nú, það er síðasti hringur og... Það er síðasti hringur, það er bara 3, það var náttúrulega stytt göngun út af veðri. Já. Við sjáum það nú alveg ástæðan verið því. Já. Það er svoleið, sko, hérna eru... Það verður erfitt. Býttu nú við, hérna er... Þarna er hann Árni Helga komið í mark. Já, Árni er að klára þetta hérna. Hann er að koma í mark. Fart Já, á honum. vel gert, drengur. Já. Klassi. En hann sennilega sigurvegari þá núna Hann er sigurvegari í 15 kilometrónum. Já, þetta er virkilega vel gert hjá hann. Þetta var frábær ganga hjá hann. Já. Það er erfitt að ganga hérna. Já. En djöfullega gaman. Sjáu hann kallinn. Það er alvöru rockkorðið núna. Þetta... Arna að taka mynd á honum. Þetta er sigurvegarinn í 15 kilometrum, ótrúlega flottur. Fættur 2009, hann er með tíman 46:55. Þarna var einhver að koma sennilega í annarsætti, eða ekki? Vittu nú við? Nei, hún var að fara í 7. Við sjáum það að þau koma hérna í 15. Já. Það eru svolítið margir að koma í mark núna. Já, þetta er hérna 7 kilometrarnir líka. Þetta voru hún hérna Svava Jóns og hann... Þetta sjáu þarna allir að knúsast. Kemur ljós. Þetta er bara flott. Þarna er nú einhverjar að koma líka. Þetta eru yngri flokkarnir þarna, sennilega svona skríða síðustu metrana hérna. Já. Gott að vera með vindin í baki hérna. Já. Í leiðin í markið. Já, það er svoleiðis. Frábær ganga. Þarna, sjáu við þetta. Þetta er ótrúlega gaman. Já. Þessi vinkona þarf að halda áfram. Svona. Þú fer annar hring, vinkona. En stelpan ætlar að hætta. Já. Hún er bara flott ganga í henni. Er þetta þannig að þegar þú kemur í brautina sem er með greninu, Já, þá ert að koma í mark? Þú ert að koma í mark þar, sko. Já. Það er aðskilt hérna með keilum í miðunni. Ok. Hægra megin við keiluna í myndinu núna er mark, það sem Já, kemur í mark. þetta er endalínan þarna og svo hittið þú allar annan hring. Já. Ég skil þig. Heyrðu, sæll maður, það er alltaf fjúka hérna. Já, það er sko, ég var til að sjá hérna. Greið, maður, segir Já, sjáðu rokið. Hann er komin upp en þurfti samt að stoppa. Já, sjáu þið rokið sem er orðið. Það er fínt, við erum bara góðir inn í bussnum Já. eins og staðan er.
Ég er rosa ánægður að ég er ekki að taka það. Nei, ég segi það. Þetta er ógeðslega gaman þrátt fyrir veður. Já. Þetta, Keilu farnar að fjúka. já. Hérna sjáum við Sigurlaugu vera að koma hún er að koma einn hring búinn. Jæja. Hérna sjáum við sæti nummer 2, hann er að koma í marks núna. Já, núna kemur 15 km nummer 2. Það er nauvel gert, þetta er SKA og Ísafjörður. Það var frábært. Auðvitað. Og í öðru sæti var það Bjarni. Bjarni Hress, býtu hérna er einhver. Við erum að sjá fullt af fólki komið marki. Já, þarna, býtu nú við. Það er aðeins bara að fjúka úr hérna afgreiningunni á brautunum. Það er verið að græja þetta hérna. Þetta er flott. Sjáu hérna, flöggin eru farin að halla vel. Sæll. Það er bara að bæta vel í hérna. Það Fólk er bara að halda sér í girðingunni. En þetta er bara eins og það er. Þetta er þannig nú einhver að fara að koma síns mér inn á endamarklínuna. Er þetta 3. sæti í 15? Sko, við erum komið með annað sæti í 15 hérna. Já, hún er að koma þarna eða... Þetta er nú Svava Rós. Já. Hún er í 4. sæti. 4. sæti. Já, annað sæti var Árný Helga Birkisdóttir. Já. Fædd 2007. Já. Og í 3. sæti var hann Stefán Þór. Já. Og í 4. sæti Svava Rós. Auðvitað. Þetta er flott, það eru rosa flottu krakkar. Það eru 13 ára og 13-14 ára gamli krakkar. Ok. Já, heyrðu. Malbyggun. Það er hérna, það þarf... Sjáuði flöggin hana, þetta er allt farið að svigna í jörðina hjá okkur. Sjáuði hérna Arjón bokka flaggi okkar og... Það þarf að... Það þarf aðeins að... Svona, það er búið að laga þetta. Laga myndavélina sem er að fjúka hérna. Þetta er allt, það er svo veðrið að geta að leika við okkur hérna, myndaveldur allar á hliðunum og... Ef að mennirnir eru ekki að fjúka, þá erum við góðið samt. Þarna er einn að sjáu þau koma niður brekkuna, leiðin á brúnna. Já, bara keyra á þetta. Já. Þetta er... Já, flott. Auðvitað. Hérna kemur einn í mark í 15. Já, hvað var þetta? Okkur fæ ég ekki... Þarna, hann fær medalju hálsinn allavega, þannig að ég veit ekki í hvað sæti maðurinn er, en það er bara eins og það er. Það er örugglega farið að styttast í, býttu nú við. Sko, erum við farin að sjá í Helga og Kó eða? Þarna kemur Simmi í mark eftir, hann er að koma í mark hérna eftir þess að 10 kilometrana. Já, hann er í 10. Já. Ok. 10/15. Já. Hann er flottur. Hann er bara að ganga rólega. Já. Hann er rosa, þetta er allt hérna, þetta er allt tengt. Já. Allir þessu ólýsingar sem eru svona ótrúlega góður á gönguskíðum. Er þetta allt saman fjölskylda? Já, svona nánast. Nú, já. Þetta er ótrúlega. Gönguskíðagenin. Já. Það er eins og við séum með eitthvað annað en við hinn. Já, sko, býttu, við förum hérna. Drónin er hérna aðeins að komin örlítið, þið sjáuð þetta er svona aðrennan á því áður en þú keyrir inn í markið og sjáuð þarna fara þér upp að, hvað er þetta ekki, elliheimilið þarna á horninu? Jú, þetta er sérst fótboltavöllurinn okkar. Já. Og þau eru að fara hringinn í kringum hann. Já. Og elliheimilið fara fyrir neðan það. Já. Það er býttu, þarna eru okkar menn að koma í. Já, sjáuð þarna Helga og við skulum fylgjast með þeim. Þeir eru að koma núna í markið. Drónin er að, það er ekki Helgi hérna fyrir framan. Jú, eltu þessa tvo. Já, það eru hérna síðustu, þeir eru komað í mark hérna. Sjáum við drónin er að elta. Keiriði hérna. Hver ætlar að vinna þetta strákar? Það er skíði í skíði, svona nánast. Þeir verða, það verður að taka endasprett hérna. Já, ég vil sjá alvöru Við viljum sjá þetta. Já. Gera þetta gott fyrir okkur. Já, hérna, byttu nú við, hvað er að gerast? Þeir eru að skipta sporum bara til að velja sér. Annars býttu nú við, þetta er krakkarnir eru að koma öll í mark hérna annars maður og fagna svílíkt. Já, þeir eru hérna, það er farið að minnka bilið ennþá meira á milli. Hvað ætlar að gera? Ætlar að taka endarsprettinn? Hvernig,
Myndi hann þá skipta sporið Já, og, það myndi og flora? Það myndi fara í sikkvort sporið, en ég held að sé nú ekki alveg hægt akkurat. Jú, það er alveg hægt. Þeir verða bara að ákveða. Hvað ætlaði að gera, strákar? Sjáu þetta. Hvað ætlaði að gera? Þeir ekki pottet að klára? Jú. Helgi er fyrstur eins og er. Þeir ætla bara að ýta sér í gegn hérna. Þeir eru að fara annan hring. Já, þetta var bara gríma. Við höfum bara að tjekka púlsinn á þeim. Púlsinn er lár. Staðan er þannig. Svell kaldir allar á leiðinni aftur niður eftir. Já, það er lítið. Maður er búinn að keyra sig upp fyrir endasprett maður. Sorry með þetta. Við vorum aðeins að ruglast hérna. En það er gott, við fáum að sjá það áfram. Já, við getum allan kannski Eltum þá. Það er frábær hugmynd. Þið sjáu það að þessi tveir félagar eru nú bara að ýta sér. Já. Og því líkir vitleysingar. Þetta er þrjóskan. Þeir eru að fá vindinn í bakið. Eða voru, þeir eru sennilega búin að klára þetta núna og þarna taka þeir beygina við kirkjuna. Já. Þeir eru búin að hvílast núna tilbaka. Já. Sjáu það. En pældi í því samt að þeir eru búin að halda skíði núna allan tíman eiginlega. Já, það eru þeir bara sníkla sér saman hérna og eru bara flottir og eru að keyra hvort annan áfram. Já. Þeir vilja rífa sig frá hópnum til að vera tveir fyrstu. Svo vonandi berjast þeir sigurinn. Við viljum sjá það. Já, þarna við erum ennþá að elta þá sko. Þarna eru komnir út Vesturgötuna. Þeir eru bara komnir ofan á skíðin hjá hverjum öðrum sko. Þetta er rosalegt. Þeir eru sko, hvað eru þeir langt á undan þessi tveir núna? Þessi fremstu menn. Það er ekki komið, þriðasæti er ekki ennþá komið hérna í gegn. Nei. Þeir eru nú komnir verulega. Já, þeir eru búin að slíta sér vel frá sko. Það er greinilega, þeir ætla ekki að... Þeir voru 54 mínútur með 2 hringi. Já. Sem eru 15 kilometrar. 54 mínútur með 2 hringi? Já, ok. En eins og ég segi, þeir eru að hvílast núna. Þeir eru búin að ganga meðvindi í hérna, núna, dágóða stund. Já. Nú byrjar brekkan í rauninni, ef við myndum segja það. Eru þá allir flokkar búin að skila sér í fyrstu 2 sæti allavega og bara 30 sem er þá sennilega 21 eða eitthvað núna? Já, við erum að tala um það að 15 km, þá vann hann Árni Helgason. Já. Hann vann á tímanum 30:53 sem er frábær tími fyrir 10 km í þessum aðstæðum. Já. Og í öðru sæti var hann Róbert Bragi Kárasson, SKA. Já. Og hann er bara mjög flottur í öðru sæti. Já. Í fyrsta sæti á stelpunum var hún Árný Helga Birkisdóttir. Já. Og í öðru sæti hún Svavarós. Já. Þetta er rosa flott hjá krökkunum. Þetta er bara magnað. Með minni rétt á hún Árný Helga, þá er hún SFI. Það er Ísafjörður. Ísafjörður. Já. Er þetta mikið stundar þar? Já, Ísafjörður er náttúrulega bara gönguskíða bær, alveg eins og við. Já, ok. En ég myndi hún alltaf að segja að við erum stærri. Já, alltaf. Það er bara svolítið. Ég ætla ekki að tala. Eru þeir minnabæðamótið það? Nei, þá er þetta nóbreynir. Þeir náttúrulega hérna... Þá er þetta ekki eins og í samkeppni. Fossavarsgönguna, en við erum bara miklu flottari ganga. Það er bara svoleiðis. Þeir eru ekki með að ganga inn í bænum. Nei. Færði ekki fjöldan. Það er þannig, þá er þetta ekkit umræðan ekkert á borðinu sko. En þarna sjáum við Tjarnarborg. Já, þarna er þetta Tjörnin sem þið fara í kringum. Já, ok. Þarna er komið mark. Þarna er þriðja sæti. Já, þriðja sæti var að fara yfir. Já, þetta er svo mikið sem hann Jón Garðar. Já, það er nú svolítið tímaórun á milli. Já, hann er alveg góðum 4 mínútum eftir. Já. Nú, það er enda sprettur hérna í markinu. Sáu Reynir, flottur. Þetta er gaman að sjá það að krakkarnir er að sprengja sig hérna rétt á hann komið í markið. Þess að það var ekki alveg mikið að sprengja sig en það er alltaf gaman að ganga. Þetta var flott. Það er rosa gaman að sjá keppniskapi í krökkunum koma inn í mark. Sko, hvað heldurðu að menn sem stundi þetta mikið, skilurðu? Já. Þú veist, hvað ert að brenna mikið að hitaeiningum og svona yfir hennan dag? Þú veist að geta eitthvað spes fyrir þetta eða eitthvað? Þú veist, hvað er menn að stunda hérna? Er ekki einhver tricks og eitthvað dót eða? Eru menn með einhver gel á sér eins og í langhlaupunum og eitthvað? Já, þau sem eru í taka langa göngur, en 22 er ekkert rosa langt. Nei. En eins og við segjum hérna, þá Árný og Stefán eru systkini sem voru að ganga hérna 15. Já, sem voru í fyrst og öðru seti. Nei, fyrir ekki? Öðru og þriðja, það ekki? Þau voru Árný og Stefán, jú. Já. Og þau voru
það var nú bara 25 sekúndur á milli cirka. Já. Þetta magna sko. Þetta bara svona. Þarna sjáum við yfirskottsmynd yfir svæðið sem í kringu þarna og markið þarna sem að flöggin eru sko. Já, og Birkir pabbi þeirra sem að ganga hérna núna, ef við sjáum markið. Já. Hérna sjáum við Brynjólfur búinn að rífa af sér húfuna. Já. Sjáum hana kallmaður. Sorry, blas ykkur nös. Heiti, bleika húan. Flottur. Sjáum við þetta, þeir eru rosalegir. Þessi gæi steig bara á gönguskíi hérna fyrir 2 árum. Í fyrsta skipti? Nei, kannski ekki fyrsta skipti, ég meina, örugglega eitthvað sem krakki bara svona rétt dunda við þetta, en svo er hann alltaf bara svakalegur. En Birkir þess pabbi, hérna, Árnýjar og Stefáns. Já. Er þetta allt saman Ísfirðingar þá? Nei, það er á Ströndunum. Þetta er Hólmavíkur fólk. Hólmavík? Myndi maður segja það, Hólmavíkur fólk? Já, örugglega. Maður er ekkert frábær í. Hólmvíkingar, sennilega. Að það? Já, örugglega. Já, segjum það allavega. Já. Hólmvíkingar. Hérna er þetta Helgi og þeir hérna sem að koma í brekkuna núna? Já, þeir eru að koma undir skíðastökkpallinn. Já, þið sjáu hérna. Þeir eru ennþá. Sjáu þið, eru þeir þreyttir? Það er skíði ofan á skíði. Eru þeir þreyttir? Já. Er Helgi búinn að leiða allan tíma? Já. Er Bjössi að hvíla sig? Helgi er búinn að leiða allt og núna skiptir hann spór á leiðinu upp brekkuna. Hann er refur hann Bjössi. Hvað gerir hann í andan? Ætlar hann að vera búinn að hvíla sig allan tíman? Er hann búinn að gera með það? Erum við ekki búinn að sjá Jú, Helgi búinn að vera Helgi búinn að vera undan allan tíman. Heyrðu, býttu, hvað er að gerast? Akkur er hann að hægja á sér núna? Hann er þreyttur. Helgi er ótrúlegur. Hann bara trukka sig í gang, íti sig upp. Það er ekkert kjaftað þarna. Nei, þetta er allavega. Þetta er erfitt hjá hann Bjössa. Þegar við byrjar að hlaupa hans. Já. Þarna sjáum við þannig sjáum við myndatökumannina á skíðapallinum og þarna er brekkan. Þetta er magnað hjá þeim. Já, Helgi nú komin upp og hann er bara farin á ferðina aftur. Hann er komin vindin í andlitið aftur. Já, sjáu þið hana, bara horfin. Herðu, erum við að sjá slitn á millið? Já, mér sýnist það. Helgi ætla núna að búa til bíl, þannig að hann hafi eitthvað. Vel gert, þá bara keyra núna. Bjössi, þá reyna að hanga. Nú sér hann alltaf og hann verður að reyna að hanga á honum. Já, en mér sýnist Helgi ennþá vera bara með svolítið í táknum. Helgi er að keyra, sko. Þarna sjáu hann, við erum að elda hann hérna út eftir. Helgi er að keyra. Þetta er rosalegt. Bjössi er að reyna aðeins að keyra sig upp aftur. Já. Eins og sjáu það eru bara konur upp á götu þarna. Helgi er að íta. Já, þetta er flott. Það er þetta munurinn. Var það brekkan sem að stoppa þetta? Gerur hún útslæðið? Ætlar hann að ekki láta hann hanga í raskatunum sér allan tíman? Þetta er rosalegt. Eru þessar hreyfingar þreytulegar? Heldur hann séu... Sjá Bjössa? Nei, við erum að átna núna. Helga? Já, það fyrir ekki Helga. Nei, hann er léttur maður. Það ekki? Jú, hann er að fara á hvíldina, hann er aðeins að íta sig áfram að því að hann fær hvíldina niður brekkuna núna eftir nokkra sekundur. Okay. Hann er alveg að ná endanum á tungutinu, það er 2 hús viðbót. Ok. Og svo kemur hann og niður og yfir brúna og svo í kringu tjörnina. Og svo aftur út í sveit með vindin í andlitið maður. 25 metrar á sekundu beint í andlitið. Já, það er svolítið. Þarna sjáum við hann er að fara að taka beina niður til núna. Það er að koma kviða akkurat. Já. Ætlar hann að nýta kviðuna? Pá hann í bakið og hann stekkur bara yfir brúna. Hann er nú krakkar. Krakkarnir allir komið mark. Sérðu, sjá sprettin á honum Elís hérna. Vel gert, flýgur á hausinni, vel gert. Við viljum sjá svona, bara á klára sig þegar maður er að koma í mark. Þarna erum konir á helgarinni, við erum að elda niður brekkuna. Já, hérna sjáum við hvað brautin er flott. Já. Hún er kannski, það var aðeins flottar í gerð þar sem það var... Meiri snjóri. Já, hittnaði aðeins í nótt. Við skulum bara elda á drónanum hérna. Krakkarnir eru að koma í mark, ef að elda og sjá þetta. Já, sjáum hvernig hann fer hérna yfir. Við viljum sjá hann bruna hérna niður. Já, sjáum við hann hvað hann gerir á brúnni. Já, það er hann. Sérðu hann heldur hraðanum, rennir sér yfir allt. Hann verður að... Já, þetta... Magnaðu kallinn, sjáðu það er svo hvasst að hann þarf ekki að gera neitt. Þetta... Hann fekk hvíldina niður brekkuna. Já. Það er nú komið töluvert á milli þeirra félaga núna. Hvað, sjáum við einhverstaðar á? Nú sér Helgi örugglega Bjössa. Já. Og veit hann kom langt undan. Hann keyrir þessi ennþá meira áfram. Þarna, býtu, hann var upp á brúnni. Hann er að fara hérna fram hjá okkur þarna. Hann er hinum með við tjörnina. Þið sjáu að Helgi er uppi og þarna annarsættið þarna. Þarna dettur hann inn, þetta er annarsættið. Hann verður að keyra sig í ganga Bjössi. Já, þarna sjáu við Helga
En hann er ótrúlega Bjössi, maður veit aldrei hvort hann komi bara á endanum á eftir. Heldur það? Heldur hann geti gert þetta bil? Hann getur gert það. Ef ég þekki hann Bjössi. Þarna fer hann undir brúnna og svo er það bara sveitarúndurinn Já. og svo markið. Já, þeir eru nú bara að fara einn í viðbót og þeir taka heilan hring. Þannig að þetta verður rosalega erfitt núna. Það er bara svo leiðis. En þeir eru Sjáu góðir að það er að þjálfarstrákarnir. geta það uppi núna sko. Að byrju, já, hvað er, hann er á leiðinni niður núna í, það er nú ekkert það mikið á milli sko. Já, Er það? já. Er þetta orðið mikið? Já, þetta er svo erfitt að elta, þú sér að hinn fara alltaf lengra og lengra frá þér. Ok. Þá er svo erfitt að, að reyna að komast nær. Hann fer hausinn svolítið í fokkja þér. Já, ok. En getur, já, það væri fínt ef við færum á drónanum hann að myndum kannski tjekka á þeim. Þarna er, annarsætið er þarna. Við erum sko að tala um að þriðja setið, Já. hann Jóngarðar, hann er ennþá í brekkuna sem Helgi stakk Bjössa af. Já, Hann er þar núna. Það er munur á strákunum. Það er komið alveg svolítið gott bíl. Já. Býtu, erum við ekki núna, við Nú erum á Bjössa Hérna núna. Já. Kristó og Elsa voru að koma í mark, í hring. Þau fara eitt hring í viðbútt. Þannig eru þau. Elsa er náttúrulega ólympíufari. Þessi hérna? Já, vel gert. Þarna erum við konur á fótboltavöllin. Sjáum við í Helga einhverstaðar? Nei, hann er ekki Hann séu Hilmir Ólamar, flottur. Þessi keypti sig gallan sko. Þessi keypti sig norska gallan til að merkja hlýð heilsura. Sjáu ekki hann er flottur man. Þessi er meiddur hann getur ekki gengið. Nei. Hann segir bara mér er alveg drullu saman. Ég ætla að fara að ganga. Auðvitað. Ganga þá meina ég íta. Eita. Sko, þarna eru þau farnir útittir. Nei, jú, þeir eru komnir örugglega. Er ekki Helgi komin alveg að? Jú, sýnist að vera þarna fremsti maður. Heyrðu, það er húfurnar komnar af og það er... Þetta er Brynjar. Já, menn... Er hann að reyna að slíta sig frá strákunum? Mér sýnist það, hann er allan á góður ferð þarna upp. Sjá þetta, sko. Ég kæmist svona eina beygju, sko. Hér sjáum við hérna restina af brautinni. Við sjáum bara, þarna er fótboltavöllurinn, drónaskotið. Þetta er geðveikt sko. Hérna eru menn að, þetta var hópurinn sem var með honum áðan. Þeir eru konir aðeins og eftir. Já, þeir eru komið svolítið eftir. Já, sko, þarna er, já, við erum konir, ég veit ekkert hvað myndavélin er núna. Jú, við erum konir á, þetta er lokaspretturinn. Drónin er sennilega orðin að gefast upp á rokinu, því miður. Þannig að hann er sennilega að koma bara heim í allavega batteriskipti. Sjáu þið hérna, kemur hann og beint og lendir á bílnum. Þetta er geðveikt. Þá eru konir á myndavélina hérna bara. Við erum aðeins að bíða. Þetta er örugglega bróðir hans. Hilmi sýnist mér, sem sýnist það. Ekki það ég muni hvað hann heitir kallinn, en hann er brúin flotta. Þetta er vanalega tjaldsvæði Ólafsfirðinga þarna kringum þessa tjörn. Aðeins að þurrka linsunni. Það er farið að rigna með þessu, þannig að þetta er orðið smá vesen sko. Þarna er einn að koma yfir. Ætli þetta sé þriðja sætið þarna. Já, mér sýnist það. Hann er orðinn svo lítið á eftir Bjössa og Helga allavega í fyrstu tveim sko. Það er alveg, en það er ennþá gott fart á manninum sko. Sjáu hann strákinn. Þeir tínað uppi, einn og öðrum. Er þetta ekki Bjarni þarna? Sýnist það. Tungan komið niður á vömb. Þetta er geggjað. Sjáu þið hérna. Strákarnir eru, ég sé ekkert í fremstu menn ennþá sko. En vonandi verður drónin bara komin á loft, þannig við náum nú endarsprettnum í annað skipti sem er þá raunverulegi endarspretturinn. Þannig er hann að taka franskar niður brekkuna. Þetta er rosalegt. Og undir brúna. Já, og þá er það bara að loka hnykkurinn eftir. Þannig er fólk að skýla sér yfir brúna líka. Það er ennþá alveg örugglega klukkutími eftir að seinustu menn fara að skýla sér þarna. Sjáu þetta. Þarna eru hetjurnar. Aðeins að svelgi í sig.
að fara að klára þetta hérna. Ég veit bara ekki. Sjáuði. Þarna Haraldur Hárfæri þarna og kó. Björk Óladóttir. Og já. Já, við erum konir með drónan aftur á stað. Skulum bara fylgjast með honum. Sjá hérna. Þetta já, þeir fóru, hún var bara að klára, þeir halda áfram í síðasta ringin. Auðvitað, harðir, vel harðir. Sko, þarna sjáu þið restina af brautinu og fer þarna út fyrir sumarbústaði hverfið þarna. Og aftur tilbaka svo loka hnykkinn. Eru þetta Helgi og þeir þarna? Við förum sko alveg bak við húsin lengst upp í hægra horninu. Já. Þetta fer alveg út að vatni sko. Hérna er einn húfulaus. Já, Brynjar, ekki? Jú. Hann alveg vel búinn að slíta sig frá strákunum. Já, hann komin langt undan kall. Gangur í honum. Já, það Strákunni tók hann síðustu helgi. Nú? Í Akureyri í Hermannskökunni. Ok, og er hann bara að sýna hver ræður núna? Já, ég held það. Ég held að hann ekkert ánað með það greinlega. Nei. Búinn að borða vel og æfa vel í öllum og keiri sér gang. Það geggjað. Sko, nú orðið hvasst hérna, sko. Já, við erum farin að hreyfast. Það er örugglega ekkert frábært að... Karen í mark. Þetta gengur vel hjá krökkunum í 15 km/h. Það er rosalega flott. Sko, hvað erum við farin að sjá í Árna eða einhvers Helga. staðar? Nei, fyrir ekki Helga. Ég er náttúrulega heita allir að sama en þessir feðgar allir. Já. Þannig að þetta fer allt í hitt hræri graut. Já, sko, þetta er geggjað. Þessi skulum fara á eitt aðeins núna. Þetta er kannski ekki bestu skilirinn, ég segi það ekki, en það er verið að ganga. Það er eitthvað. Þetta er rosalegt. Hérna kemur nú ein. Klárar þetta. Þetta er nú Maja, íþróttakennari, vel gert. Maja íþróttakennari. Heimafólki er að rífa sig í gang alltaf hérna. Auðvitað. Við náttúrulega vitum það að Helgi og Árni eru feðgar og Árni vann nú 15 km, ætli pappinn vinni 30 km-na. Já, það er allan að hann var góður í leið með það áðan þegar við sáum síðast til hans. Þeir eru báðir í fyrsta allan, eins og er. Eins og er. En eru menn stundum að detta, skilurðu? Og missa sæti og eitthvað svona dót? Gísli var nú hérna tannlæknirinn. Já. Svakalegur sko. Já. Hann var nú 1 ári hérna með honum Arnari. Já. Sem var að tala um á hann. Já. Þeir voru fremstu tveir og hann dettur hérna brekkunni hérna. Skemmtilegu brekkunni sem ég var að segja frá þann. Já. Þá datt hann og hann misti bara af honum Arnari og Arnar bara fór. Já. Og þá er svo erfitt að reyna að ná. Já, ég skildi. Svo erfitt að elta svona. Ég skildi. En það er sérst, það er náttúrulega erfiðara fyrir strákana að vera í það og það náttúrulega má ekki skauta. Þá erum við að tala um að þú ert að skauta eins og skautum. Já. Þú veist alveg hvað það er. Já, ég veit hvernig maður skautar. Já, þú veist hvernig maður skautar. Þetta er bara... Er hann að koma núna eða? Nei. Ha? Segir þau í alvörinni? Nei, þetta er hérna... Já, þetta er eitthvað... Hvað er hvast maður? Já, það er maður... Þetta er Magga. Magga að koma í mark. Vel gert Magga. Býtum, förum á drónan. Hún er að fara annar hring, hún ætlar að taka löngugönguna. Já, djöfull eru margir í henni. Já, það er sérst erfiðara að skauta, þá áttu náttúrulega ekki með neitt undir hérna skíðunum. Já. Þannig að þú rennir betur. Já. Og skíðin megi ekki renna til hliðar. Þú mátt ekki skauta eins og þú ert að fara upp brekkur og skæraganga. Já. Það má í rauninni ekki renna til hliðar. Af því þá ertu byrjað að skauta. Ok. Og í rauninni þá ertu bara dæmdur úr leik. Já. Þess vegna er stundum erfiðara að reyna skæraganga, þú ert ekki með neitt undir, af því þá kannski rennur aðeins. En það má náttúrulega alls ekki. Þá ert þú að nota aðra tækni í að ganga, sem er sérst skautið. Og það er bara keppt í skauti. Nú, það er bara önnur grein? Já, það er bara önnur grein. Já, ok. Jæja. Og eins og það er alltaf keppt í skauti í skotfimminni. Já. Það er alltaf bara skaut. Já, ok, það er þannig. Já. Já. Það er bara mjög líkt í að eins og vera á skautum. Já. Heyrðu, já. Þetta er loka beygjan sem við erum í þarna upp frá drónanum núna. Já, eru við að sjá eitthvað skemmtilega? Nei, ég er ekki að sjá neitt eða býttu nú við. Rosalega nær hann að fljúga í þessu veðri. Já, hann er svona fer hægt en öruglega sko. Já. Það er, býttu nú
við, ég sé nú, Þarna sjáum við sjáum nú alltaf. Það er bras. Þetta er bras að það er komast upp. smá dund þarna Já. í kringum brúnna og Og svo svona. erum maður bara að hafa trú á sjálfum sér og renna niður. Og það er ekki vont að detta. Nei. Maður er alltaf að hugsa. Já. Sko, hérna er nú einhverju að sannlega Hérna klára. kom í mark. Vel gert. Vest að tímatakan er í einhverju algjöru snúning hjá mér. Já, Allt upp á 10 hjá þeim. já, sé það. Það er örugglega, vittum við, þannig erum við komnir. Hverjir eru þetta? Já, þetta er nú, mér sýnist þetta nú vera Bjössi. Jú, Svona ef ég píri augun rosa vel. já, það er Vel svoleiðis. gert, já, fagnaði markinu. Ánægð að koma í mark. Tjöfullinn. Klára þetta. Já. Hvað er Yes, nú getið fara að feiki með Kampavík. Ég var að spyrja, hvað er eftirleikurinn hér? Það er hérna tertubóðið býtt Sjáðanborg. Nú? Já, ógeðslega gott. Ok, Allir í bænum, allan að hjálpa stað. Það er svona lítið samfélag gerir svona stóra og flotta hluti, þá er náttúrulega allir bænum með í því. Það er tertubóð Já, já. og með því svo, tjöfisins. Það er ekki auðveikt. Þessi kemur hérna F-háingur í mark. Vel gert. Áfram F-há. Þetta er magnað, sko. Við erum ekki ennþá, það er ekkert farið að spyrjast að fremstu mönnum hérna. Það er erfitt að ganga fram í sveitina, sko. Já, þarna býttu, það eru einhverju að koma Ótrúlega mikið tilbaka undir. núna. Já, þetta er ekki þeir. Við sáum einn sterkan vera að fara að flæðarnar. Já, Herru, hérna kemur einn á fullu. Hver er þetta? Þessi tengdur Helgarinnu og Kó. ok. Ég sá nú ekki númerið. Nei, Hann var í kjallaranum á hann að reyna að finna fattið. Það var hérna Fatt. Domino-effekt hann að smá. Hún Björk, hún rakst í eitt skíðu. Ég held að það er duttu 20. já. Það var það mikið að skíðum hann inni sem hann var að reyna að prófa og var að græja fyrir einhvern. Hann ætla að smur kóngurinn hérna á Ólafsfirði. Er það Helgi? Helgi. Það smyr niður hann í skíin hjá öllum bara. Smisli, já. Nei, vaxi. Vaxi, ok. Hún bræði vaks neðan í og svo boltar það með hérna strömboltanum. Rennir yfir. Og þá var þetta eins og nýtt. Hvað ert að velja í þessu? Við vorum að tala um það Já, áðan. sko, við erum að tala um það eins og núna. Þá er náttúrulega plus 6 eða Já. hvað er heitt úti? Eitthvað svoleiðis. Þá er það yfirleitt gulur. Það stendur alltaf á umbúðunum. Mm. Hvaða hérna, fyrir hvaða hitastig hver vaxkubur er fyrir. Við erum að tala um að blár sé náttúrulega ískaldur. Já, ok. Hann er kaldur. Svo kemur fjólublár. Já. Svo kemur rauður sem er svona í kringum 0 og, nei, fyrir ekki, í svona plus 2. Og kannski plus 4 þá ertu komin í gulan, plus 3. Já, og er það að hlýjast Já, það hlýjasti, sko. Já, þú kemst ekki ofan en það. Það er svo mikill munur að vera með rétt undir skíðunum upp á rennsli að gera. Já. Og svo náttúrulega, rilla skíðin. Rilla skíði? Já, og þá ertu sérst að draga svona kubb eftir skíði sem að myndar þannig að það kom ekki sog undir skíði þegar sporið er blautt. Og þetta eru, Þvílík fræði. já, þetta er náttúrulega svakalegt fyrir þá sem eru all in í þessu. Já, og þeir kunna þetta alveg og geta stilt Já, og græð og gert. 110%. Er það þannig? Já, það er náttúrulega svo ömurlegt fyrir aðra sem eru að koma inn í sportið. Já, að vita þetta ekki. Vita þetta ekki. Nei. Herru, ég set bara fjólubláðin undir Já. og plus 10 á morgun og hérna, ekki búinn að rilla. Og það er, Ekki búin það að er rilla allt og. svakalegur munur á skíðum. Það er ok. Þetta er magnað. Ég bjóst ekki við því að það væri svona mikið sem spilaði inn í þetta. Þetta er eiginlega of mikið. Já. Ég myndi vilja að því eins og í þessum helstu göngum úti, Já, þá eru landsliðin já. bara með flutningabílana með sér til að græða skíðin sín. Kannski með einhver 10 pör fyrir hvert keppanda. Já. Upp á Bara hvernig færið er, upp á hitastígið. Og er hann þá bara búin að græja skíðin fyrir hvert færið? Já, þau græja bara inn í bílnum. Þetta er ótrúlegt. Þetta er magnað. Það er svoleiðis. Sko. Heyrðu, það er nú svolítið við sáum einhvern hérna. Já, ég er sammálað. Það er... Ef við getum rúðuhurkur. Jú, við allan að það, sko, ef þeir birtast hérna, sko, þá eru að fara að missa af síðasta methendum, sko. Heyrðu, Veitu, það er einhver að tala um að Helgi Reynir sé að fara að koma hérna einhvers staðar. Er hann, það er ekki þann, Ekki þessir. nei, veitu, er hjá fótboltavellinum, segir, veitu nú við, er Það er rosalega sleift í spórunum í dag. Erfitt að ganga á skinni.
af því að skinni fær ekki alveg gripið. Ok. Býttu nú við, hvað hérna... Og svo eru það örugglega myndi ég segja kannski 70% af fólkinu hérna að ganga á skinni. 70% á skinni. Já, ég myndi halda það. Þetta er Helgi? Nei. Ekki? Hann er ekki á gulum skíðum. Hann er ekki á gulum skíðum Nei. fyrir ekki. Þetta er ekki Helgi. Nei, þetta er flott samt þá, einn hringur eftir, koma svo, keyra. Það er bara svoleiðis, það er bara að keyra sig í gang áður en að veðrið skellir á. Hvar er, hann sagði á fótboltavellinum. Sagði hver? Kynnirinn. Já, ég get nokkið trúið því. Guðrún myndi nú aldrei vera að ljúga á okkur. Nei. Guðrún Steins myndi aldrei ljúga á okkur. Hún er með þetta upp á 110. Já, gamli kennari minn, sko. Nú, já. Aldrei ljúgar. Nei. Við hljótum nú að fara að sjá, þegar voru að fara flæðarnar, annað hvort þeirra. Ok. Seinni kablinn er rosalega langur. Já, hann er langur. Já. Hann er líka svo erfur að það er svo opið svæði, það er svo mikill vindur. Já. Og það er ekkert grín að ganga með hliðavindinn í þér af því að þá er stafurinn alltaf að fara fyrir þér. Þetta er svo, þeir eru svo léttir, þeir fjúka bara þegar þú ert að ganga. Ok. Hvað erum við að tala um hérna? Erum við að tala um Helga Reyni? Nei, þetta er hann Þórhallur. Þórhallur Ásmunds. Viljum við fá hérna í markið? Það var svo flottur. Þessi er flottur, maður. Þórhallur Ásmunds. Þessi er rosalegur. Sko. Hann tók mig hérna 2020, ég átti frábæra göngu. Hékk á mér, tók mig í endan. Nei. Jú, hann er rosalegur þessi. Ég er ekki að grínast, sko, hann er rosalegur. Já. Aldurinn er náttúrulega bara að tala, sko. Aldrei bara að tala í þessu. Þeir eru ótrúlegir, þessi sem hafa verið á skíðum. Ég sé það, gömlu punkarnir, þeir eru ekkert síðri hérna. Nei. Það er náttúrulega bara þól. Já. Sérstaklega þeir eru að íta sig punkarnir, sko. Já. Já, meina það. Hann er einhver. Hver er þetta? Þetta var flóið hratt, maður. Vel gert. Þetta er sprauti, við keyrum hann það framhjá. Þau taka beina hjá Ólís, nei, þetta er ekki Ólís lengur. Hjá hótelinu. Já. Sjáum við hérna. Hvað er? Þetta er leiðin inn í markið. Ok. Sko. Þetta er flott. Geggjaða. Rosalega flott svæði. Við værum náttúrulega með meira uppsett ef það var ekki spáð svo roki. Það er þannig. Þá erum við rosa flotta belg hérna í markinu og belg á 2 öðrum stöðum. Hérna er Torfi Hjaltason var að koma í mark hérna. Er þetta fólk í 15 þá eða? Já, þau eru að fara 1 hring í viðbót. Nú já, þannig þau eru að fara alla leið. Já, 1 hring í viðbót. Koma svo. Þetta er... Það verður bara að pína þess áfram. Býta á jakslinn og bara keyra. Hérna sjáum við, erum við ekki að horfa á hann á Sigurlaugu. Nei, er þetta Guðrún Ósk. Sé það ekki alveg. Nei. Svo mikið rigning. Þetta er hann Sigurlaug. Skyggni... Nei, fyrirgjöð, þetta er ekkert hún. Já, ok. Skyggni er farin nefnilega á rúðunni hjá okkur, þannig að það er svona að vera að reyna að sjá í gegnum myndavélarnar eitthvað. Það gengur ekkert rosalega vel. En býttu nú við. Þetta bara gengur vel hjá öllum hérna. Já. Þetta... Það sjáum við Arnar, hann er undir brúnni þarna. Arnar er flottur. Hann er komin undir brúnna núna. Hann er flottur. Já, þurrkum hérna. Þurrkum að linsuna þess. Þá fyrir við bara drónunum. Þetta aðeins byrja að kasta á okkur. Það er þannig. Sko. Býttu nú við. Er ekkert farið að spyrjast að mönnunum þarna? Já, Jó, fyrstu keppendur. Við skulum aðeins... Býtu, er þetta Helgi að koma? Þetta er... Býtu, það er verið að setja krans á hann að kallinn. Þetta er hann Helgi Reynir, sjáu kallinn. Strákinn illa sáttur. Hann vinnur næturgönguna og hann vinnur fjarðagönguna. Þvílíkur meistari, maður. Hérðu, smurmeistarinn. Smurmeistarinn. Hann græðir skíðin fyrir alla keppendur og hann vinnur mótið. Já, það er... Það er spurning. Það er alvöru. Það er samsærið hana. Ætla hann sé að rispa eitthvað niður á skíðinu á hinum. Það getur verið. En býtu, hann hefur stungið af. Já, hann... Þetta er rosa. Hann fór langt á undan Bjössa. Herru, þá eru við komið 2 feðgar sem að vinna. Já, heldur betur. 15 og 30. Hvað, er annarsætið ekkert að... Það ber ekkert á því? Nei, ekki Sjáu við þarna, það eru kossar og knús og kransar. Já. Svo bara beint í kökubóðið og... Opnaðu kampavinni þarna. Sprautið yfir hann.
Nei, Bjössi gerir það fyrir okkur. Já. Við vitum alveg að hann gerir það. Það svoleiðis. Sjáuð hann. Kallinn. Flottur, maður. Það Herri, við þurfum að fá heimiringa. Við þurfum að ná honum í urstutt viðtal. Sjáuð hann að smella með skíðunum af kallinn. Alveg komið nóg að þessu í dag. En það ber ekki ennþá á öðru sætinu. Hann hefur gefið heldur betur í þarna þegar hann náði að slíta sig. Já. Heldur að brekkan hafi verið útslagið í þessu. Já, þá misti Bjössi takið Já. og Helgi fann það líklega. Já. Bara gaf aðeins meir. Þú færði aðeins má auka kraft, þú veist að þú ert að ná aðeins að taka hann, fara burtu frá númer 2. Sko. Ok. Þetta er ótrúlegt. Já, það er svoleiðis sko. Herði, það er nú bara langt í hann. Já. Herði, hann bara langt til fyrstur. Þetta er frábær ganga á honum Helga. Já. Eins og ég sagði, hann er búinn að æfa eins og skepna. Já, fór hann ekki út og eitthvað, varst Jú. ekki að tala um það? Hann átti náttúrulega frábæri göngu fyrir 2 vikum. Já. Og enda heyri ég honum á hverjum degi koma fram í húsinu mínu í sumar og í haust á hjólaskíðunum sínum. Og ég bý efst upp í brekkunni og hann er alltaf að koma þarna upp kallinn og ég fer alltaf út á svalir og klappa hans fyrir honum. Hann er ótrúlegur. Svo ef ég klapp ekki fyrir honum þá segir hann við mig næstu hann að hittu mig. Okkur klappar ekki fyrir mig. Já, ok. Þannig að maður er að ná að peppa mannin. Það er svoleiðis, það er andi í þessu. Já, hann er ótrúlegur. Já. Bjössi líka búinn að vera á fullu. Já. En Bjössi er náttúrulega, hann er svakalur íþróttamaður. Hann kemur núna á annað sæti hérna eftir smá. Já. Hann er náttúrulega Íslandsmeistari í 50+ í golfi og Í golfi? já. En í því á sumri? Já. Höfullir er harðir þessir. Þetta eru multisportarar. Já. Helgir er náttúrulega búinn að vinna margar keppnir hérna á þessu túni. Já, heldur betur. Og hann náttúrulega gríðarlega mikill snjósleða unnandi hérna fyrir... Snjókrossið. Já, já. Ekkert svo löngu síðan einu sinni. Núna segist hann hatta þetta. Já, já. Bjössi er nú að koma í mark hérna. Já, við erum að fara að sjá annað sætið hérna. Við skulum taka það. Hann er flottur kallinn. Anna kemur kallinn. Hann er ekki alveg, já, ánægður með þetta samt. Jú, auðvitað er hann ánægður með Anna þetta. kemur kallinn. Það er ekki hægt að skamma sig fyrir annarsæti. Nei. Þvílíkur leikmaður. Það er svoleiðis. Ótrúlega flottur. Flottur Já. en Sigurbjörn Þorgeirsson. Þetta er frábær ganga hjá þeim báðum. Þetta eru erfiðar aðstæður. Já, það er svoleiðis. Já, Hanna, það er verið að pósa fyrir eina mynd. Djöfull eru flottir kallarnir. Hvað fór Helgi bara? Vildi hann ekki svona taka á móti félagann sín? Nei, Uss. hann er kominn, hann er í krampa einhvers staðar. Nei, þeir eru það góðu formað. Þeir fara örugglega að taka æfingu í kvöld. Já, bóttið, sko. Þetta er ekkert brjálæðislega langt fyrir þá, sko. Nei, 22. hvað eru menn að fara, þú veist, ef þessi strákar færu langt, hvað er langt? 50. 50? Já, 50 er langt? Ok, Þeir tóku nú eina göngu hvenær var það? Í COVID-inu. já. Ég verð nú að fletta því upp, ég man það ekki alveg. Það er 50. Þá 50. gekk hann hérna í einhverja marga klukkutíma á flæðunum. Já, er það? Ég verð eiginlega að fá að grafa bara þá tölu upp. Það er ennþá fullt af fólki í brautinni, sko. Svavar Sigur. Þetta, sko, það er orðið alveg svolítið mjög hvasst núna. Þið sjáu hérna grenið er svona nánast í að fara úr jörðinni hérna. Heyri, það er nú gaman að segja frá því að hún, hérna, Svavar Rós var í öðru sæti í 15 km og eins og þá er Elsa Guðrún, mammenar, í öðru sæti hjá konunum. Já. Hún er að taka aðeins rólegra en hún er búin að gera síðustu ár. En hún er að ganga með honum hérna Kristó, manninu sínum. Þetta, sjáu þið hérna. Eins og ég segi, þetta er í blóðinu. Já, ég er farin að átta mig á því að þú fæðist ekki inn í gönguskíðafjölskyldu, þá átt ekki séns. Ég er búin að reyna að tróða mér inn í en ég bara kann eins og lélegur á gönguskíð. Það er svoleiðis. Já. Ég nældi mér í dóttur formannsins hjá SO. Það er öllum bráðum beig. Já. Hélt ég fengi hérna... Einhver uppskrift. Já, uppskriftir í vaxið Já, og ábyrðin. já. Maður þarf að giftast og Ó. maður þarf að fara í all in. Það er ekki nóg að eiga 2 börn og hús með. Nei, þetta, þú færið þetta einhvern tjón.
Þegar þeir eru búin að sanna það í Við erum búin göngunni. að sanna mig í göngunni. Já, það heldur bara áfram. Það er fólk auðvitað. ennþá á leiðinni í síðasta ringin, sko. Yes. Þetta er alvöru. Þetta er alvöru. Já, ég væri í öndunarvélinni núna, sko. Það er bara svoleiðis. Já. Þetta er ótrúlega harka hérna. Ég bjóst ekki við að vera svona margir harðir, sko. Það er komið mér. Er þetta þriðja seti? Hérna er einhver að koma. Er þetta þriðja seti? Er þetta þriðja seti? Er þetta Jóngarðar? Er hann ennþá í þriðja setinu? Við fáum að sjá það núna. Já, hann keyrir bara í gegn, ha! Bara upp á tætnar, maður. Vel gert. Klassi Jóngarðar. Þriðja seti. Frábær árangur. Hann er... Þessa tvo hérna. Hann gekk einn allan tíman. Það er erfitt. Hann er líka... Hann er aðeins að pústa kallinn. Það er það erfiðast að vita og lendir einn og ert einn allan tíman. Já, Það er rosalega erfitt fyrir hausinu þér. Hann er kallinn, sjáu hann. Hörðu, sæll, það er aðeins. Það er orðið aftur, vel hvasst. Vel hvasst. Myndaðlarnar eru bara glinsað á eitthvað, það er orðið svo mikið rók. Sjáu hann að losa hann festingarnar. Sérðu, það var frosið undir hann. Er það vont eða? Það var frosið undir? Já, Já, það er ekki bara þegar hann stoppaði núna í endan. Já. Eða kannski var nú bara ástæðan okkur að hann var svolítið hægar en hinnir. Já. Herru, hérna kemur fjórða sætið. Vel gert. Þetta er frábært. Hanna. Er þetta Ísfirðingur eða? Er þetta Ísafjarðargalnir? Herru, ég er bara ekki alveg klár á því. Þessi flottur, maður sjáu hérna. Hann er sáttur með Yes. þetta. Þá er þetta... Vel gert, vel gert. Vel gert. Æ, sjá kallana. Þetta er fjórða sætið og Þetta er geðveikt. það er bara ekki komið inn hérna. Nei. Þetta er að Birkir. Birkir heitir þessi. Þetta er Hólmavíkur kallinn. Hólmavík, já, auðvitað. Þannig erum við á rúndinum á drónanum. Býtu, jú, það lítur að vera. Það er svona, er þetta ekki óstaðfest úrslit sem við erum að birta hérna? Jú, Já. það er ánægilegt að skoða hvort það er komið kvörtun úr hérna brautahörðum, hvort það sé að vera að skauta í brautinu eða eitthvað. Já, er það þannig? Ef þú Já, sést, já. hvað máttu skauta langt áður en átt? Bara 0? 0. 0? Það er bara ef þú sést... Þú mátt skipta um spór. Já, og þá bara búið. Já. Ok. Þú mátt skipta um spór, það er eitt svona skautatak Já. og í beygjum náttúrulega er það bara eins og það er. Já. En svo ef við erum að hérna skauta í brautinu, þá er þetta náttúrulega bara disqualified. Já. Auðvitað. Hvar er fólkið að fylgjast með því fyrir? Ég er ekki að sjá neitt hérna. Nei, sko, það hefur verið með brautaverði í brautunum, sko. Þú veist, eins og út á flæðin sem við sjáum ekki, að við sjáum allt hérna. Já. Þú veist, það er allir að fylgjast með hér. Þannig er nú einhver að koma að keppni hérna. Herðu, það er endasprettur. Já. Hverjir er þetta? Þetta er Brynjar og Þorri, koma svo! Yes! Heyrðu, hver tók þetta? Var það Þorri eða var það Brynjar? Þetta var rosalegt, við mistum næstu aðeins. Já, munið einhver. Hefur hann fengið auka kraft þannig að taka húun af? Já, hann léttari. Já, miklu strömlínu laga, líka ekkert hár, skilur, þannig að... Hver tók þetta? Sjáu, allir þessu ánæði saman hana. Já. Þorvaldur Sveinn, fyrir káamaður, leiftusmaður. Þessi fótbolta, þessi er rosalega flottur, sko. Þessi harðir. Þessi hérna hægra meina Þorvaldur Sveinn, Já. SO. Já. Og náttúrulega Brynjar, SKA, Nenn og Ólafsvinningur. Nú, já. Þeir eru öll að taka mynd saman. Já, Þeir eru brjálaðir út í konan af það. Þeir ætla samt að brosa á myndinu, sko. En fá þeir úrslit strax eða hvernig virkar þetta? Það kemur inn á tímataka af því þeir eru náttúrulega með flög á sér. Já. Og þeir komu náttúrulega ekkert endilega saman í markið áðan. Nei, en hvað er besta skíðategundin í þessu? Ég sá að vera að síma. Herðu, það er náttúrulega bara mjög sjá. Þetta hlýtur náttúrulega að vera jafn gott. Eru trúarbröðið þessu? Já, þú ert fishermaður, það ertu bara fishermaður. Og börnin eru fishermaður. Þetta er svoleiðis. Og svo færðu kannski að prófa eitthvað annað, en þá segir einhvern frá því að prófa eitthvað annað. Herðu, mér sýnist Heiðar Gunnólfsson vera að koma inn í mark. Þessi er svakalegur. Sjáu bleiku húuna, maður. Geggjaður. Heiti er þá 50. Já, þetta er þá topp 5 er búin að skila sér. Já, topp 5 eru búin að skila sér. Þetta er frábær ganga að hefa. Auðvitað. Þarna við skulum hlaupa til kallsins. Heyrðu, Þorri þá ná sér niður. Já. Heyrðu, brostu heiti. Yes! Nefnir sko. Djöfulli maður.
Nú, já. Taktu myndi, þetta er Það er Insta-eftir. ein fyrir grammið. Þessir tveir, þetta eru félagar, sko. Já. Þessir Já. eru hérðan báðir. Já, þetta eru mennin sem æfa saman, sko. Já, ok, geðveikt. Já, nú er hann að spyrja, hvað var að stinga maður þarna? Já. Ég bara gæti alveg að fara langt undan. Nei, ok. Þetta er reyndar alveg geggjað. Þetta er gaman þegar verður svona vinir í þessu. Já, það er þannig sko. Það eru eitthvað að Sérstaklega tala um æfa svona stafina. mikið saman. Hvað sagði það hét þarna þegar þú skiptir um endana og eitthvað? Já, trissunar. Já, trissunar, já. Þeir voru að ræða það. Já, hann alltaf tók örgulega stóru trissunar af honum. Já, pottet. Hann fengið það í láni. Það var Skrítið að vantar hérna Þorrarsson. auðvitað. Það er svoleiðis. Þetta er rosalegt íþróttafólk. Þau eru búin að þjálfa þær í mörg ár. Ok, auðvitað. Mér sýnist hún nú vera að koma þarna. Já. Er þetta ekki hún þarna aftast? Það er allan, ég sé þarna, Sko ekki. það er einhver að íta eins og lífið liggi við þarna. Sýnist þetta, er þetta ekki? Jú, er þetta ekki verið hún eitthvað? Já, Hún er að koma held ég. þarna. Jú, það er kransinn maður. Já. Hei! Heyrðu, byttu. Er það fyrsta kona að koma í markið Nei, það? byttu, faraðu. Næsta. Heyri, hérna, herruðu. Hún er að koma inn á Hún sporið. er í sporinu. Þarna kemur hún. Þarna, það er búið að setja Verónika kemur í mark hérna, fyrsta konan í fjárgöngunni. Vel gert. Já, hann með sér verið að sníkja smá segukottu hann að tróða tánni fyrst. Vel gert. Eru menn að reyna að setja einhverja tíma hérna í dag í þessum aðstæðum eða? Nei, þetta er nú erfitt að bera það sama við eitthvað. Eða það ekki? Jú, það hefur nú aldrei verið svona verið hjá okkur. Nei. En er þetta búið að vera eiginlega sama brautin? Já, bara með svona nokkrum tilfæslum. Já, Af og til. ok. Herru, það er einn að koma inn í mark eftir 30 km sem eru, við ætlum að minna aftur að það var stytt göngan út af veðrið hérna. Já, Við erum núna að ganga 22 rúmlega. já. Þetta er frábært. Hann var líklegur að vera frá Hólmavík með gallan. Hver er? Arnar var í ljúka sinni göngu. Já. Hann er skælbrosandi kallinn, blæs valla og nös. Já. Ætla hann ekki bara að vera slakur. Já, það er Það er ótrúlega. gott að klára, maður er svo ánæður. Búið. Það er búið. Þetta er búið. Við vindum að gera eitthvað annað bara í smástund. Er stutt í kökuna? Já. Það er fyrsta spurningin hjá mann yfirleitt þegar maður er búið með gönguna. Sko, þarna. Þetta er frábært. Þetta er svo Bíddu, gaman hann að er á ganga. Fischer maður. Já, þessi er á Fischer? Já. Herru, við hefum kannski átt að tala. Ég held nú að Helgi sé nú á... Fischer. Já, er hann á Fischer Já. eða er hann á Matsus? Þetta er nú tvö helstu merkin. Fischer og Matsus. Já, Matsus, Salomon. Er þetta, ég sá að það mert karbon hana eitthvað að þessu? Já, Carbon skíður örugglega. Já. Já, náttúrulega. Kar- Flottusta. Er það? Heyrðu, er Hilmir að koma í mark hérna eftir Við- 30 km/h? Já. Við köllum þetta bara 30 áfram. Já. Vel gert, Hilmir. Sjáu þið þennan. Hilmar Óla Ítingakókurinn. í Noregskallanum er það ekki? Jú, þessi ketsu galla sem er leitt út eins og norðurskallinn. Já. Og mert hann hlýðheilsurækt. Auðvitað. Vel gert. Er það líkamsræktarstöðin hérna eða? Já. Auðvitað. Vel gert, hérna kemur í markið þessi félagi sem er svo erfitt að fá nafnið á afsakið. Það er svo Hilmir flottur. Vel gert, Hilmir. Brostu nú almennilega hana. Þessi sko, Er þetta gallhart kvikindi? grjót Er það ekki? harður. Hann er sjóar og hundur Hann eða? alltaf getur ekki svona spint. Hann er svo stífur í kálfanum eftir að hann brotnaði hana. Nú, já. Hann getur ekkert gengið hana, hann er bara að íta og eins og erfitt fyrir hann að íta. Þannig að 90% kviður þú ert að íta þér sko. 90% kviður. Já, ef þú ert ekki með góða kvið þá Þá- getur hann alveg slett þessu. Það er svolítið. Já, þá fyrir bara mjóbaki í kökk. Þú bara dettur niður hann. Yeah. Sjáu hérna. Þetta er Sigurverðurinn í 15. Átni Helgásson, Átni kallinn. flottur með bleik og gleru. Já, jú. Komin í úlpu, búinn að hita sér. Kannski gerir hann er hugsað bara á ég, kannski bara fara aftur. Hann sagði á þannig að hann hefði unnið. Herru, hérna koma Elsa og Kristó. Þau eru að koma hérna Á sama tíma. á sama tíma og gengur saman í mark. Vel gert hérna. Elsa er númer 2 á konunum. Já. Frábær gága. Auðvitað. Þetta er magna. Vel gert. Verónika var á 1:38.18. Það er bara flottu tími. Sko, Mjög flottu tími hjá henni. ég er farin að, það er svona smá
er prime árin svona, hvað ertu þegar þú ert, já, rétt í kringum svona 35 fertugt, er það prime árin í þessu eða? Hvað sagðir, 30-40? Já, svona 30 Nei, myndir ekki alltaf halda 20... Ég veit það ekki, ég get ekki sagt til á það. Það er svo misjant, það er náttúrulega engin eins. Nei, ég veit Þú það. getur verið á þínu píki líkamlega sé 28 ára eða 35 ára. Já. Í svona. Já, ég Það skil. er náttúrulega öðruvísi í þolíþróttum. Já, já. En þetta er Tegist það aðeins lengra eða? Já, örugglega. Já. Náttúrulega, en ef þetta erum að tala um einhverja svo snerpu og hvað svoleiðis þá er náttúrulega, það er sprettgöngum og svona. Já, það er aðeins yngra, það Já. ekki? Jú. Þú ert náttúrulega En meiri geturðu, snerpu. þú veist, er þetta fólk sem eins og er úti, þú veist, hvað er svona, þú veist, eru bara 28 og svo bara fellir fram á fjallið? Nei, alls ekki. Ég meina Snorri, hvað er hann? 30, ég veit ekki hvað hann er gamall. Það er, þarna eru útsendingarskúrarnir, þarna er tímatökurskúrin. En ég meina, þú veist, það er fólk alveg 35 ára sem er, þú veist, það er kannski, ég myndi ekki segja að þú verður að keppa í hérna, þú ert ekki í besta formi lífsins, það er náttúrulega fyrir, ég myndi segja allt niður á við eftir 35 ára. Niður á við Já, þú veist, þá erum við að tala um elitu. Já, ég Það skil, ekki? jú, ég held það. Er það ekki bara í öllum íþróttum? Jú, Nema einhverjum eiginlega. hugar kannski. En sko, með við það, þú veist, ég er að skoða hérna aldurslistana í stóru flokkunum. Já, Þetta er svona 35 plus eiginlega, sko. já. Það er einhvern veginn þannig að kannski árgangunar okkar er ekkert mikið að keppa í þessu. Nei. Það kemur inn. Vonandi að þessi krakkar haldi áfram að keppa. Já. Þetta er kannski, þú veist, það er náttúrulega búið að stækka rosalega síðustu ár og vonandi heldur það áfram. Já. Er allt fullt á æfingum hérna og eitthvað svona dót? Já, úlingarnir. Já. Já, ég meina við erum með 11 í úlingaflokknum sem eru þá á bikamótum. Það er bara rosa flott. Já. Ekki svona margir síðan bara í gamla það held ég. Í alvörinni? Já, í bikamótum. Ok. Þetta er svakalega uppbygging hérna. Það er geggjað. Þetta með sko besta þjálfuran sko. Besti þjálfarinn? Já, hvað minn? Ertu að reyna að ná einn stigum Já. fyrir uppskriftina á vaxinu og eitthvað? Já, alveg rétt. Já, náttúrulega með besta forminu líka sko. Það er magna. En ég hérna, sko, nú er ekki topp 5 búið í, Sko, nei, ekki konunum kannski. Nei, við erum bara komið 2 konur. Já. Björk á eftir að koma í mark og Edda Vésteinsdóttir og Magnea, Já. Sigríður Bjarnadóttir og Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir. Þetta eru allt hérna contenders í að vera topp 5. En við erum eftir að fá hérna bronsið í konunum. Í stelpunum. Já. Ef ég tel upp hérna fyrstu 3 sætin hjá köllunum, þá er það náttúrulega bara Helgi Reynir Árnason í fyrsta sæti. Frábæran tíma, 1:23. Frábær tími í þessum aðstæðum. Já. Sigurbjörn Þorgeirsson í öðru sæti og Jón Garðar í 3. sæti. Já. Þetta er Ólafsfjörður Siglufjörður. Ólafsfjörður Siglufjörður. Já. Þetta er frábært. Við viljum sjá hérna, við viljum alltaf sjá heimafólki að vinna. ekki? Já. Er það svo stolt í hjarta og svona? Já, auðvitað. Þetta er bara eins og Ísland er að keppa á hérna öllum mótunum. Þú verður breytt og svona innan markmenna eftir þetta. Allavega í gönguskíða. Ég held að sé nú alveg hérna... En er fólk að sunnan að koma og svona líka? Já. Þetta er náttúrulega veðrið er búið aðeins vera leðilegt í okkur. Já, Það já. náttúrulega spáðu bara appi sinni ykkur viðvöru. Já. 2020, Já. það myndi ég halda að það hafi verið besta gangan hérna. En Já. þá var ekki búið að finna upp gula viðvörun. Nei, ég skil. Og þá vorum við með hérna 250 manns og allir saman og það var geggja veður. Já. Það var frábært. Það gerir helviti mikið þegar kemur Já, appi sinni ykkur viðvörun og það er þannig, sko. þá er ykkur að missa, sko, ég veit ekki helmingi. Já, pottitt, sko. Allavega, þú veist, þá allavega þeir sem að koma lengra að, sko, þeir eru ekki að taka sjensið þá held ég. Nei. Þannig að það er samt ekki að ræða. Þetta er flottasta gangan. Já, það sé sérst hérna á myndunum. Ég meina, hefur þú séð einhverja flottara gangu? Nei, aldrei nokkuð tíma. Nei, öllu gríni slöptu þá er þetta alveg magnað hérna, sko. Og fólk þyrfti eiginlega bara að koma og sjá þetta, sko. Líka bara, þú veist, taka þátt bara í stuttu þá eða taka einn hring eða eitthvað, bara þú veist, til að vera með, sko. Sko, 2020 þá var Helgi 1:45 Já, og þá var sko hratt færi, já, topp aðstæður. já. Þannig að í rauninni bætingin
Það voru 28 kilometrar líka. Já, En núna voru við með rúmlega 22. já, Þannig að veist, það er svakalega bæting. já, ég skildi. Þarna er nú einhver að koma. Er þetta einhver Uss, á stelpunum? Nei, þetta er hann Helgi Hárpróði. Nú, Sérðu það ekki hér? Haraldur Við erum Hálfbari. alltaf- Við Já. sjáum þetta alveg í aðeins, sko. Hver er með honum? Þetta er hún Björk. Þetta er 3. sæti hjá konunum. Já, hann er nefnilega að stinga af núna sko, þetta virkar eins og segl hérna síðustu metrana í rokkinu. Við viljum sjá hérna Björk koma og keyra. Já, Við langar nú bara að vera hann úti á öskráðu og drölla sér áfram, sko. Koma svo. þetta, Sjáðu Helga, Já. vel gert. Þetta er markmanninn KF. nú, jæja, Multisporter. auðvitað. Björk, Óla, vel Geggjaður. gert. 3. sæti, Geggjaður. frábært. Sjáðu hérna. Komið markið. Þetta er 3. sæti kvenna eða ekki? Jó, Björk, Óla. Já. Björk. Fjärða drottningin frá því 2022. Nú, já, ok. Auðvitað. Og við minnir rétt þá var Helgi fjárðakongurinn. Já. Þarna er líka einhver, Þannig að sjáum við 4. þá sæti já, hann var mjótt á munum þarna og sko. þetta er örugglega hún Edda Vésteins. Já. Hún hefur bara ekki langt, kannski hálfa mínútu frá því að tryggja sér síðasta þrepið á pallinum sko. Já, hún er ekki langt frá því. Nei. Hún er bara einhverjar 40 sekúndur eftir henni Björk. Já, Þetta er frábært. þetta er geðveikt. Það er nú aðeins búið að minnka fólkinu út af veðrinu. Það er bara svoleiðis. Sko, sjáu þetta hérna, það hefur verið að taka myndir og græja og gera. Það er ennþá eitthvað veljaunarpeningur þarna, þannig að það er eitthvað svolítið slatti eftir, sko. Heyrðu, það er heilt sér svolítið erfitt að reyna að taka viðtal við einhvern hérna úti. Já, ég held það. Já. Ekki flókið, við höfum að tala um eitthvað hérna. Já, það er... Erum við komnir í gang? Herri, Yes. Ok, við ætlum að fara að fá í viðtölva það ekki. Jó, við ætlum að reyna að fá feðgana þetta. Já, Það væri djöfull gaman. Þeir eru nú örugglega eitthvað að sniglast annað heima á sér, en ætla bara að búa inn á bakvið. já. Alltaf stutt að fara fyrir strákana. Er þessina brautin þarna? Já, Það er og bara- Helgi er náttúrulega að stjórna brautinni. Hann, maður svo, hvar get ég unnið? Já, svo. Það var markið bara heima. Já, það er svolítið bara beint í pottin Já. Árbæklarhorn. Sko, við sjáum nú ekki í, Jó, við sjáum eitt hérna. nú er að koma. Það er einhver að koma að það. Ok, Sko, þetta er búið að vera rosa flott. Ég ætla að segja aftur hérna fyrstu sætin hjá konunum. Já. Það er bara flott. Það verður hún eitthvað, hún var í fyrsta sætinu. 1.38. Og 3 mínútu eftir er Elsa Guðrún og í... 3. sæti er Margrét Hrönn. Já, herðu, við mistum að Margréti Hrönn Svavarsdóttir. Æjæj, Hún kom í 3. sæti. ok. Björk, ég verður nú að afsaka þetta Já. til óhamingju. Ég verður að taka þetta tilbaka. Ég verður að óska Margréti Hrönn Svavarsdóttir til hamingju með 3. sæti. Já, Þetta er svaka ganga hjá henni. hún er sko, Já, já, hún er, þetta, þú mátt telja. já, hún er að verða 60. Ég kom með hérna svona handrit í viðtalið þegar ég vant. Já, er búið að semja fyrir því. Byrju, var Jónan að gera það? Já, örugglega. Þetta er allan ekki skriftin á Saxelstara. Ha? Já. Já, fáum Helga Á, hérna ég inn. ger þetta bara. Já, auðvitað gerir þú þetta. Gönguskíða kappinn. Já. Herðu, ég ætla að svissa mér út Já, og þú, ég kem hérna með. já, Við fáum Helga reyna inn hérna og kíkir á okkur. sko, þetta aðeins. Já, hann er mættur í sett. Það verður að fara úr skónum, sko. Hérna inni er logn og flott veður. Hann áttur að elska hann útsendingabíl, það er bara svoleiðis. Þetta er bara stúdíó og hjól. Hérna, stjórnaðu þú myndunum hérna? Já, Viltu ekki henda á? Sko,
Hefur ekki þennan? Þetta er ekki þetta. Þetta er frábært. Gert. Herri, til hamingju með þetta. Þakka fyrir. Var ekki frábær ganga það? Jú, Hvernig var mótundurinn? hann var fínn maður. Þetta var bara svona eins og smá brekka. Smá brekka. Já, En þegar kviðurna komu, var það allt í lagi? já, maður fann ekkert fyrir þessu. Nei, ok. Hérna, hvenær fannstu að þú varst að fara að vinna Bjössa? Þetta var alltaf bara Ja, fínt, það? sko. Já, já. Varstu ekki tóna þreyttur á mig í raskatunnaður hérna? Nei, mér finnst bara fínt að fá að vera á undan, sko. Já. Jæja, Helgi Reynir. Þetta er hérna, búin að vinna nokkra Íslandsmeistartitla hérna. Já, bara Hérna, í þessu stað hérna, í snjókröfinu. Hérna, ertu að græða skíðin fyrir strákinn líka svona svakalega? Já, já. Ertu að setja besta niðanni fyrir ykkur tvo? Nei, þeir fengu nú allir það sama, sko. Egill og fleiri, sko. Ég hef búin að skýra þið smurmaðurinn. Já. Hérna, hvað segirðu? Þú varst að keppa út um daginn? Já. Og bara svakalegt. Já, það var nú svona bara, Er þetta ekki stutt ganga svona með við það? jó, samt. Þetta er svona, þetta er nú þó nokkuð auðveldara, sko. Já. En Hvernig fannst þér að ganga? Þessi eða fyrir úti. Þessi úti var fín, sko. Hún var dálítið hratt fyrir mig, sko. Ég er ekkert sérstaklega, kannski tæknilega hraður, sko. Nei. Þetta er miklu meira ég, sko. Geta svona móast bara eitthvað í einhverjum hnút og Þetta er nú tölvöld skemmtir að ganga, ekki? þessi. Þetta er miklu, og líka miklu skemmtilega en úti, sko. Já, Þú veist, ég- stemningin hérna er náttúrulega bara frábær og ég meina, þú veist, og eins og þetta, það er nú ekki mikið að því að vera hérna, þú veist, innan bæjar allan tíman, sko. Nei. Það er vindur hérna rétt fram í sveitinni og svo ertu komin hérna í göturnar og það er skjól og Já, þetta er ekki eins mikið maður heldur. Nei, þetta er bara þvílíkt þægilegt, sko. Hérna, þú vannst líka nætugönguna. Já, Hvernig fannst þér það ekki? Geggja færi í gær? já, það var miklu náttúrulega hraðara og það var náttúrulega ekki eins, það var ekki alveg eins, það var náttúrulega ekki eins hvasst þá, Nei, það var bara logg, við fengum bara besta veðrið í gær. Já, en það er svo sem, þú veist, jú, hún var náttúrulega styttri og þetta er náttúrulega líka búið að stytta þetta svo sem, sko. Já. Leðið vel allan tíman? Já, fínt líka ef maður er fyrstur og ræðir maður bara tempóin. Já. Og varstu búin að ákveða að þú ætlar að losa þig við Bjössa? Nei, hann mátti vera þarna allan tíma, sko. Við erum alltaf að æfa saman, sko. Ég var nú hræddur um að þið ætlaði að taka hérna leiðist í markið, sko. Ég Já. vildi fá endarsprett, sko. Já. Ég hélt að þið voru komið markað á hana á hring 2. Já. Ég held að það ætlaði leiðist í mark. Nei, En þetta var frábært. Já, þetta var mjög gott, sko. Já. Það er frábært. Til Það er- hamingju með þetta og takk æðislega fyrir brautina. Já. Náttúrulega gerðir þér brautina, Já. gerið hana sama því Gerum hana hérna félagarnir. Og Gulli. Keyrum snjó í hana. Það Þetta er búið var að fara nokkuð 1000 tonna snjó hérna á göttunum núna. Já. Fór helviti mikið í nótt. Já, en það sér maður líka að hún er frekar skítugu snjórinn, sko. Magna kemur í mark hérna, vel gert Magna. Liðsfélagi minn, sko. Já, auðvitað. Já, Þetta er náttúrulega keppnin. Já. Gleyma að minnast á hana, sko. Já. Við erum með náttúrulega alveg svaka lið, sko. Já. Við Bjössi með hrúin stigum, Já, sko. já, þeir eru saman í liði. Vel gert. Þetta er þá frábært fyrir ykkar Og lið. Þorri 50 eða 4 eða eitthvað, þannig að þetta Já. er geggjað. Vel gert. Herðu, til hamingju aftur og Já. til hamingju með strákinn. Herru, takk fyrir. Sjáumst. Taktu hann upp. Ok, erum við on hérna? Go, go. Blessaður. Til hamingju, Árni. Takk fyrir það. Hvað ertu gamall? Ég er 13 ára, verður 14 í sumar. Pabbi græði skíðin og svona ennþá. Já, Þú er nú að læra kallinum.
Já, hann er duglegur að kenna manni og Ertu ánægð með gönguna þér? já, þetta var mjög fínt sko. Ekki? Þetta er bara rosa sáttur? Já, sko, maður hefði átt að fara aðeins hraðar kannski. Já. Sérðu eftir að ekki fara hraðar? Ha? Sérðu eftir því? Nei, þetta skipt svo sem enga máli af því ég vann sko. Já. En mér fannst það bara gaman og leiðilegt að hafa svo mikið vind samt, en Já. þetta var bara mjög fínt. Pabbiðinn talaði nú niður vindinn. Já, Það hafi ekkert verið það mikið? honum er alveg sama um allt. Já, það var svoleiðis. Svolítið harður pabbiðinn. Já, ofharður. Því þú ert rosa sáttur með gönguna, það hlýtur að vera. Þú vinnur hérna 15 km. Já, þetta var mjög gaman og gaman að geta unnið þetta sko. Já. Búinn að æfa vel? Já, maður reynir að mæta á flestar æfingar sko. Góður. Og svo hvað ætlaðu að gera næst? Hvað er næsta keppni hjá þér? Bikarmót? Já, ég held að það sé bikarmót. Ég veit ekki annarkvort fyrir sunnan eða... Þú fer ekki á Ísafjörð? Nei, það eru bara eldri stelpurnar, Já, alveg það er rétt. bara eldri flokkurinn. Já. Ég er ennþá í yngri flokknum. Þannig að það er bara fara suður að keppa í bikarmótinu? Já, ég held það. Vel gert. Herru, veistu eitthvað, varstu að ganga á klístri eða? Já, ég var að ganga á klístri. Aha. Já, bara Sam og pabbi og... Pabbi var náttúrulega að íta sér. Já, djók. Sam og pabbi sett undir hjá öllum hinum. Já. Þetta var eitthvað svona blanda af einhverju tvennu, held ég. Veistu ekki hvað varst með undir? Nei, þetta var eitthvað sko sem hann setti mjög þunnt lag af og svo setti hann eitthvað rautt yfir. Já. Þetta var eitthvað. Þú er að fara að læra þetta og ætlar að fara í göngunar næstunni sjálfur. Já, maður er alltaf með pappa með sér sko. Já, hann er þetta mikið með ykkur, það er gott. Já. Það er mjög gott. Já, það er mjög gott að hafa með sko. Herru, ert þú í einhverju liði í þessum göngum? Nei, ég er ekki komin í lið og ég held að ég sé bara ungull þess að vera í liði. Já, getur verið 18 ára. Ætlar að fara í lengri göngu nú næsta ári eða? 30? Já. Ég veit það ekki, það getur vel verið. Maður verður búinn að æfa nóg og búinn að prófa að fara 30 á þess að, búinn að æfa sig í 30 sko. En ég náttúrulega hef bara farið einu sinni 30 km æfum minni og ég á alveg lengi að því sko. Já. Þannig að, en maður sé til, kannski fer ég bara 30 á næsta ári ef að ég verð búinn að æfa nóg. Já. Duglegur að æfa. Framtíðin er björt. Já. Herru, snilld. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta og innan til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það.
Go. Sæl og blessu Veronika, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Hvernig var þetta? Þetta var bara, Var þetta erfitt eða? þetta var auðvitað erfitt. Kast og færi var ekki besta. Nei. En þetta skemmtileg verð í loki. Já, gaman að klára. Það var gaman að klára. Var ekkert fatt eða? Jú, það var rosalega gott grip en kannski ekki gott reynsli. Nei, ok. Nei. Og stafafæri fínt? Jú, bara Já, flott. þið gerir mjög vel bara brautina. Frábærbraut, já. Þú varst ekkert í gær að keppa í nettukökunni? Nei, ég var að hvíla. Ég Já, hvíldi dag þá. Já, þú tekur hann á næsta með. Já. Það var gaman. Hvað, ertu á Akureyri? Já. Þú ertu að þjálfa Jú, á Akureyri? skíði. Ertu múin að lengi að þjálfa? Já, myndi segja 12-13 ár. 12-13 ár á Akureyri? Já, Akureyri. Vel gert. Já. Og búin að keppa bara alltaf? Jú, annarslegir bara og fjárðaganga bara uppáhaldsganga mín bara. Ekki, flottasta ganga á Íslandi? Jú, besta bara elitganga, bara ekki spurning. Ekki spurning. Já, Já, stefnir á að taka þátt á næsta ári? já Alltaf. þetta bara eins og að komast í útlanda. Stemning og Já, gleði einmitt. og gaman. Já, inn í bænum. Það er náttúrulega hápunkturinn í þessu að vera inn í bænum að ganga. Já, bara búin að klára og svo beint í sund. Já. Það ekki hægt að hafa betra. Og svo kökuborðið á Já, eftir. 3:00. Hvað, leiði vel allir tíminn í göngunni? Já, ég byrjaði bara mjög vel fyrsta hring og var að passa mig. En var að ganga með Elsu, annan hring. Svo ákveði bara, kannski bara ganga með sín tempo bara. Og gegn bara ein og það var svolítið erfitt af því vindurinn var á móti og... En var ekki gott að koma þá ganga tilbaka? Já, Það var góð hvíld. það var þetta ásamlegt. Það er ekki hægt, það var gott að þetta er svo búið sko. Já. Þetta er spennandi að fá að vita hvað mikið vindur var í dag. Ég hefur aldrei gengið í svona hvassaveðri áður. Nei. Kom okkur að kviðu, þú verið þannig á vatninu? Já, það er bara... Er þetta að ganga á hlið líka? Já, svona ítingar og það var ekki hægt að nota stafir. En veður fyrir alla. Ég held að upplifin er svo öðruvísi í dag fyrir alla. Frábært. Herði, innir til hamingju með sigurinn. Takk Veronika. fyrir. Takk fyrir okkur. Takk. Verður ekki með veluna kannski bara? Það er eitthvað sérstaklega að mynda. Æ, hvað segir þú? Það var helst það. Tilbúinir. Jæja, ok. Jæja, þá Herðu. erum við búin að fá sigur hana inn. Heldur betur. Við náðum ekki á henni Árný. Nei, það voru einhverjir sem En voru það var- barnir og Já, eitthvað. það var frábær ganga á henni. Hún Hólmavíkur krúið, pappinn í 4., hún var í 1. og bróðirinn var í öðru. Já. Þetta svaka ganga. Gaman að koma frá Hólmavík og Og vinna hér. Já, og bara frábært. Koma heim á þinn og sigra. Þetta er... Ókvæðlega. Bönni mín er alltaf eftir að vinna. Já, þau hljóta á vaxuppskriftina. Það getur ekki að verið. Já, einn daginn fæ ég hérna. En þú sér þess að hérna sko, mér langar að skipta yfir á, það er orðið alveg skuggalegt veður hérna sko. Já, það er frábær, rosa gott að við heldum mótið Já. á þessum tímapunkti og styttum hana. Já. Ég held að Ég, það það var rosa var, flott. það var góð ákvörðun. Hérna annars sjáum við hérna Sólveigunni komið mark. Já, Þarna. það byrtist þarna í, það er allavega þetta, við hérna,
ég held að við séum bara að fara að þakka fyrir okkur Þetta er bara frábært. og við erum hættir að geta haldið myndavélum, kjurrum og beinum hérna og það er svona, já, Dróninn það er ennþá, rafhæði. já, drónin rafhæðið og í puttan og axeldarna og eitthvað sko þannig að það er bara gana þessu. Ég held að við erum bara að þakka kærlega fyrir okkur og styrktaraðilana og allt sem allir sem komu í kringum þetta og bara, þú veist, já, takk kærlega fyrir og takk fyrir að vera með mér hérna og þú veist, geggjaðir og Takk fyrir að koma í og ég veit helmingi meira gönguskíði heldur en ég gerði þegar við byrjum og Við sjáum ykkur hérna eftir helgi eða eina viku, ekki? jú, það er mót hérna, snjómslega mót, það er næstu helgi. Já. Við hvetjum fólk til að horfa á það líka, það er alveg gaman sko. Já. Kannski ekkert verið að smisla og græða og Nei, gera það er ekkert klístur þar allavega. Ekki út í skíðin allavega. vonandi verður, þá vil ég fá betra veður svona. Það, Þetta var frábært hérna í dag. Frábær ganga hjá þeim í erfiðum aðstæðum, en þótt að Helgi hafa nú gert lítið úr þeim. já, Helgi, hann kom, sá og sigraði hérna í bakarinn hjá sér. Já, í bakarinn. Það ekki. Þeir eru líka búin að vera að vinna hérna í bara marga vikur að undirbúa þetta allt. Já, þetta er alveg magna sko. Og verður ekki bara byggðið allum að koma á næsta ári Jú, og jú, vera með og... Fjárgangan 2024, febrúar, einhvern tímann. Já. Hvernig sem það verður, það er ekki búið að finna dagsetningu, allavega febrúar. Já,